samgöngusamningi ríkis og Reykjavíkurborgar. Og þá tekur tillöguflytjandi Kjartan Magnússon til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla hér að flytja tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun á samgöngusamningi ríkisins og Reykjavíkurborgar. Kannski rétt að taka það fram að hér átt við samning sem gerður var á milli ríkisins og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, SSH, árið 2011, hann tók gildi 2012, en eins og allir vita þá Reykjavíkurborg auðvitað hryggjarstykkið í þeim samtökum og samningurinn snertir með mjög miklum hætti hagsmuni Reykjavíkurborgar. Þessi samningur, eins og segi, hann tók gildi árið 2012 og á að gilda til ársins 2022 og felur það í sér í stuttu máli að stórar framkvæmdir í samgöngumannvirkjum á höfuðborgarsvæðinu, eða réttar sagt í Reykjavík, eru felldar niður eða frestað eins og það kallað samkvæmt samningnum og það reyndar í samningnum ákvæði endurskoðun og skoða þetta út frá umferðarþróun. En þetta, eins og ég segi, þetta snertir Reykjavík með beinum hætti og ég vil bara lýsa þeirri skoðun minni og ítreka skoðun okkar sjálfstæðismanna að okkur þykir þetta vera arfa slakur samningur, slæmur fyrir Reykvíkinga, þá sem hér búa og þurfa auðvitað að ferðast til og frá vinnu. Samkvæmt samningum, það rétt að geta þess líka, þá er gert ráð fyrir ákveðnum aðgerðum í þágu almenningssamgangna og vegna bættra aðstöðu fyrir hjólandi vegfarendur og það er ágætt í sjálfu sér, en eins og allir vita þá eru slíkar aðgerðir í gangi og hafa verið í gangi í rauninni árum ef ekki áratugum saman hér á vegum Reykjavíkurborgar að gera fólki kleift að velja á milli ferðakosta og það hefur mikið verið gert til dæmis bara undanfarna 10 árum við að bæta aðstæður hjólandi hér í umferðinni og einnig hefur verið unnið að því að bæta af öllum flokkum að bæta almenningssamgöngur, þannig að það er sjálfu sér ekki ágreiningur það. En það sem sagt fólst í þessum samningi stórum framkvæmdum fresta sem mikil þörf á og í staðinn kemur þetta þá að leggja meiri áherslu á þessar almenningssamgöngur og hjólreiðar, en það má segja að stærstu hluta þeirra upphæð sem hefur komið frá ríkinu til okkar til að bæta þessa hluti, hann hefur bara runnið til þess að taka aftur þá þjónustuskerðingu sem var orðin í almenningssamgöngum og var alltaf rætt á sínum tíma þegar þjónustuskerðingin átti sér stað í tveimur áföngum ég man rétt að borgin myndi bæta. Þannig að við sjálfstæðismenn gagnrýndum þennan samgöngusamning svokallaða mjög mikið á sínum tíma. Bentum á það að sá sem kannski mest hlutaðist til þennan samning, þeir sem gerðu það voru borgarstjóri og formaður borgarráðs og sem var á sama tíma varaformaður Samfylkingarinnar og formaður samgönguráðs og okkur fannst vera mikill snúningur á stefnu Samfylkingarinnar til samgöngumála vegna þess að Samfylkingin hafði í mörg ár þar á undan réttilega gagnrýnt ásamt okkur sjálfstæðismönnum frammistöðu ríkisvaldsins við að setja fé í samgönguframkvæmdir í Reykjavík og þetta hefðu menn gjarnan gagnrýnt í borgarráði og borgarstjórn og verið sammála það og borgarfulltrúar Samfylkingarinnar drógu nú hvergi af sér í þeirri gagnrýni sem bara gott, en síðan þegar þessi flokkur kemst í þá stöðu að hafa rauninni tögl og haldir bæði í borgarstjórninni og í ríkisstjórninni átt að geta farið að láta til sín taka þá
þá beitir hann sér fyrir því að slíkur samningur sé gerður sem gengur beint gegn hagsmunum okkar Reykvíkinga. Og það var ekki bara verið að skrúa niður fé til framkvæmda í eitthvað stuttan tíma og meðan efnahagsástandið væri slæmt og ríkissjóður og borgarsjóður var að ná sér eftir efnahagsáföll. Nei, það var kosið að gera þennan samning til 10 ára til 2022. Og þetta að sjálfsögðu vegna þess að aðstæður hér í borginni, það er mikil umferð hér í borginni og þess vegna þörf á samgöngumannvirkjum. Það var lengi sátt það í borgarstjórn að byggja upp samgöngumannvirki og það er langt síðan að menn fóru að forgangsraða samgöngumannvirkjum í þágu umferðaröryggis. Rétt að taka fram að það er mikil og mjög fagleg vinna átt sér stað í áratugi á vegum borgarinnar þar sem markvisst er verið að taka á stöðum sem eru hættulegir í umferðinni. Markvissar aðgerðir í gangi og þessar aðgerðir hafa skilað miklum árangri eins og hefur verið farið yfir hér í borgarstjórn og alvarlegum slysum hefur fækkað mikið í Reykjavík, banaslysum hefur fækkað mjög mikið í Reykjavík á undanförnum 3 áratugum eða svo og maður hélt að það væri vilji allra flokka til þess að halda áfram á þessari braut og skoða það sem vel hefur verið gert og reyna þá að beita sömu aðferðum áfram til þess að fækka slysum. Og það vill svo vel til að mörg af þessum stóru mannvirkjum sem eru auðvitað dýr, að þau bæði draga úr slysum og þau minnka mengun og svo líka greiða fyrir umferð. Hér á ég við fjölfarin gatnamót í borginni þar sem mörg alvarleg slys verða og þrátt fyrir að það hefur gengið svona vel í Reykjavík síðustu 30-35 árin til þess að fækka alvarlegu slysum, það hefur náttúrulega stórkostlegur árangur sem hefur verið tekið eftir alþjóðavettvangi, þá eru þetta enn mörg slys í umferðinni í Reykjavík og upp undir helmingur eða nálægt helmingi alvarlegra slysa sem verður á landinu verður í Reykjavík. Þannig að við sjáum að hér er mikil þörf á því að standa betur að verki og það hefur verið bent á aðgerðir eins og vegrið á stofnbrautum til þess að koma í veg fyrir að bílar lendi í árekstri sem eru að koma úr gagnstæðri átt ef eitthvað ber út af. Það hefur verið talað öryggislausnir á fjölförnum gatnamótum, reyndar á mörgum gatnamótum, ég held að sé 10 gatnamót hér í Reykjavík sem eru nú þegar komið með svokölluðum mislægum lausnum, mislægum gatnamótum ef svo má segja og þau hafa alls staðar gefið góða raun. Á sumum stöðum, á sumum fjölförnum gatnamótum, þar hafa þau fækkað alvarlegum slysum meira en 90%, fækkun alvarlegra slysa með þessum lausnum. Og daginn fekk ég yfirlit frá Vegagerðinni, þar sem ég bað samanburð á mislægum gatnamótum fyrir og eftir breytingu, þar sem gatnamót voru gerð mislæg og það voru mjög skýrar niðurstöður, það voru reynda bara 3 gatnamót tekin út, þeir höfðu ekki tölur, svona ábyggilega tölur fleiri, en þar voru 3 gatnamót tekin út og þar var slysafækkunin frá 46% til 67% ef ég man rétt, á 2 gatnamótum voru þið 50% og eins og ég gat hér áðan, þá er þetta að finna gatnamót í Reykjavík sem samkvæmt tölum frá tryggingafélögum hafa skilað miklu meiri árangri eða allt yfir 90%. Og þess vegna rekur mann í rógastans þegar að meiri hlutin eins og núna á kjörtímabilinu, hann ákveður að segja að stöðva slíkar framkvæmdir, ákveður að semja eftir að hafa í mörg ár gagnrýnt ríkið fyrir að koma með of litlar fjárveitingar í vegamál í Reykjavík. Þá er snúið við blaðinu skyndilega og slíkar framkvæmdir afþakkaðar í 10 ár. Þetta er auðvitað svo glórulaust að engu tali tekur og þegar maður reynir að skýra þetta þá auðvitað dettur mann í hug sá áróður sem hefur verið rekinn gegn svokölluðum mislægum gatnamótum í Reykjavík og hann hefur meðal annars verið rekinn á því forsendum að þau séu of ljót og taki of mikið pláss í landslaginu og þá gagnrýni get ég að mörgu leyti tekið undir. Það er alveg rétt að mörg mislæg gatnamót, ekki síst þau gatnamót sem fyrst komu,
þau standast auðvitað ekki nútíma kröfur hönnun, þau voru náttúrulega hönnuð á öðrum tíma þegar að menn voru viljugir til að fórna meira rými undir slaufur og sum gatnamótin, þó að þau séu frekar nýja nálin í Reykjavík, þá eru þau bara einfaldlega að mínu viti ekki nógu vel hönnuð. En það hefur mikil framþróun átt sér stað í þessum málum erlendis á undanförnum árum og mér sagt að verkfræðingum að það megi finna 50 ólíkar, það sé varla hægt að tala mislæg gatnamót lengur, heldur það sé hægt að finna 50 típur af öryggislausnum eða mislægum lausnum á gatnamótum og mikil framþróun á Vesturlöndum þar sem menn eins og við í Reykjavík vilja ekki sjá of mikið land fara undir slíkar lausnir og vilja auðvitað að þetta falli vel í landslagið og það er auðvitað mikil þróun orðið í þessu í bara löndunum í kringum okkur, Hollandi, Bretlandi og Bandaríkjunum sem eitthvað sem nefnt, og þar sem verkfræðingar og arkitektar hafa lagt allt kapp á að samsama slík gatnamót sem mest landslæginu, þannig að í rauninni þegar maður reykur erlendis þá tekur maður varla eftir þeim. Get bara nefnt eins og dæmi, velhefna dæmi í brúargerð á Íslandi, að fyrir mörgum áratugum þegar brýr voru séðari en þær eru núna, það vakti oft fyrir hönnuðum brúna að hafa þar einn sýnilegar í landslægin eins og hægt væri. Því að þetta voru mannvirki sem menn vildu tímalaust monta sig af og máttu alveg á þeim tíma. En á síðari tímum hefur þetta breyst og nú vakir það meira fyrir mönnum að láta brýrnar falla jafnvel eins mikið inn í landslægi eins og hægt og dæmi þetta er Markarfljótsbrúin, er brúin yfir Rangá, brúin yfir Þjórsá, nýja Þjórsárbrúin. Maður verður varla var við það þegar maður ekur yfir hana, svo vel fellur hún inn í landslægi svona frá veginum séð. Og sama er með mislæga gatnamótin, það eru ýmsir sem tala hart gegn þeim, en hafa kannski ekki kynnt sér nægilega vel að víða erlendis hefur nást góður árangur við að koma þeim, láta þau falla inn í landslægið og sameina þessa kosti að þau auka umferðaröryggi, þau draga úr mengun og greiða fyrir umferð. En það er hins vegar ekki þar með sagt að slíkar mislægar lausnir eða öryggislausnir eiga heima hvar sem er. Það er alveg rétt sem fram hefur komið að eftir því sem menn koma nálagt þéttum miðbæjarkjörnum þá eiga slík gatnamót síður við og í sjálfu sér er kannski ekki staður að stundi þess núna að rífast beinlínis það sko diskutera hvar slíkar lausnir geta komið en mér finnst að það sé sjálfsagt að ræða það hvar við getum séð fyrir okkur öryggislausnir koma í gatnakerfinu í Reykjavík og við erum ekki bara kannski að tala um fjölfæri gatnamót, við erum að tala um ýmsa aðra staði. Það er sjálfsagt að ræða hér í borgarstjórn hvar við sjáum fyrir okkur að slíkar öryggislausnir koma. Nú slíkar lausnir eru yfirleitt frekar dýrar þannig að það þarf að koma til framlag frá ríkinu sem sér þjóðvegi í þéttbýli og svona, mér hefur alltaf fundist að það sé frekar svona úrlausnarefni kannski verkfræðinga til að dæma hvar slíkar lausnir eiga að koma og fella þar síðan að hvernig stað fyrir sig. Sérfræðingar sem fara yfir það reglulega hvar flestu slysin eru. Ég held að við getum verið sammála um það að þegar við forgangsröðum umferðar mannvirkjum þá sé best að gera þá umferðaröryggis. Þar sem við sjáum fram á að geta fækkað slysum og sparað líf og limi þegna okkar, þar eigi slíkar lausnir að koma eða minnstakosti eigum við að ræða það hvort það eigi ekki heima á slíkum stöðum. En það er til lítils að ræða það hér í borgarstjórn á meðan að menn gerðu þau afglöp á kjörtímabilinu að semja möguleika á slíkum framkvæmdum frá sér á næstu 10 árin og spila auðvitað inn í að síðasta ríkisstjórn, svo sem fór frá völdum fyrir ári, hún var ekki mjög vinveitt Reykjavík hans mér, olli ýmsum búsíum í Reykjavík sem óþarf að fara nánar út í hér. En nú er komin önnur ríkisstjórn, þannig að mér finnst sjálfsagt að við í borgarstjórn förum aðeins yfir málið og ræðum hvort það sé ekki komin tími til þess að við beitum okkur fyrir endurskoðun á þessum samgöngusamningi við ríkið. Við vitum vel að það er ekki til miklir peningar hjá ríkinu. Ríkið
við ræddum hér á fyrir fundinum, ríkið reynir nú eins og þau getur til þess að ná jafnvægi í ríkisbúskapnum sem auðvitað mjög mikilvægt málefni. En við sjáum að á sama tíma og ríkið gerir það, þá samt töluvert mikið fé að fara til vegaframkvæmda samgöngumannvirkja út á landi. Og mér sjálfsagt að við tökum þá umræðu upp að nýju í borgarstjórn sem hefur hér lengi verið, var hér alveg ríkjandi áður en þetta samkomulag var gert, að Reykjavík fái sinn hlut af þessu vegafé. Reykjavík fái sinn hlut af þessum framkvæmdum og þeim verði ráðstafað þá með umferðaröryggi og arðsemi að leiðarljósi. Og það vill einmitt svo vel til að umferðaröryggi, þessi tveir hlutir, umferðaröryggi og arðsemi, fara mjög vel saman þegar það kemur að vegaframkvæmdum. Því eins og við vitum þá eru slysin mjög dýr. Þau eru mjög dýr. Það er áætlað að bara fjárhagstjón af völdum umferðarslysa sé kannski í kringum 25–30 milljarðar á Íslandi á ári, og ef við gerum ráð fyrir að 40%, rúmlega 40% af slysum verði í Reykjavík, þá sjáum að þetta alveg geysilegar upphæðir sem við erum að fá í beinu fjárhagstjóni, og þarna auðvitað ekki metið andlega tjónið sem auðvitað mjög mikið líka og verður kannski aldrei metið til fjár. Þannig að minnst að áliti okkar sjálfstæðismanna þá flest til vinnandi til þess að ræða leiðir til þess að auka umferðaröryggi og draga úr slysum, og það hefur auðvitað verið margsýnt fram á það af okkar verkfræðingum og tryggingafélögunum að margar af þeim stórframkvæmdum í vegagerð sem hefur verið fjallað hafa verið voru jafnvel á teikniborðinu. Það eru ekki nokkur ár að borga sig. Þegar haft í huga, þegar bara litið á slysatöluna, þegar bara litið hverju slíkt mun skila með fækkun slysa, þá eru margar framkvæmdir sem hægt að nefna sem eru bara nokkur ár að borga sig upp með þeim hætti. Og þá ekki metinn ávinningur af minni mengun og greiðari umferð sem gerir það, sem hefur líka fjárhagslegan ávinning í för með sér. En góðu borgarfulltrúar, ég vona bara að við getum rætt þessi mál hér í dag og sammælst það að samþykkja þessa tillögu og óska eftir endurskoðun á samgöngusamningi ríkisins, og svo geti menn síðan bara unnið það í góðu samstarfi við vegagerðina hvaða framkvæmdir hér eru brýnastar í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég get ekki alveg orða bundist af því að mér fannst margt furðulegar fullyrðingar og alhæfingar í máli borgarfulltrúans, og mér fannst á köflum að þetta myndi mig aðeins á fræga vísindaskáldsögu þar sem að því lýst yfir að svart sé hvítt og hvítt sé svart, öllu snúið á hvolf. Samgöngusamningurinn sem að hér til umræðu tel ég vera stórmerkilegan samning og í rauninni mjög merkilegt skref sem var stigið til þess að ríkið tæki alvöru ábyrgð hér á fjölbreyttum samgöngumátum á höfuðborgarsvæðinu. Fram til þessa hafði ríkið eingöngu tekið þátt í kostnaði við að byggja akvegi fyrir bíla, hraðbrautir fyrir bíla, mislæg gatnamót fyrir bíla. En nú ætti borgarfulltrúin að vita það sem eldri en 2 vetra að algengasta umkvörtunarefni borgarbúa þegar við sem erum í borgarstjórn hittið á fundum það að það sé of mikil bílaumferð í Reykjavík og allt of hröð. Hann ætti að vita það til að mynda hvað íbúum við Miklubraut og í hlíðunum við Miklubraut finnst alla umferðina sem að þar og það líka vitað að svifryksmengun bara talsvert alvarlegt vandamál í Reykjavík og koldíoxíðmengun líka með allra mesta móti í Reykjavík, jafnvel þótt hér séu öll hús hituð með jarðvarma. Sem sagt, miðað við allt og allt þá óeðlilega mikil loftmengun í Reykjavík og hún stafar meðal annars af henni gríðarlegu bílaumferð.
Mér fannst líka svolítið gæta þess, mér fannst líka svona eins og borgarfulltrúin væri að draga upp einhverja skelfilega ógnarmynd af ástandinu í Reykjavík, eins og hér væru mikið hættu ástand dagsdaglega vegna þess að bílar kæmust ekki nógu greiðlega á milli staða. Sannleikurinn þó sá að ef við tölum alvarleg umferðarslys, það að segja það sem að fólk slasast alvarlega, og ég tala nú ekki ef við tölum banaslys, að þá Reykjavík öruggasti staðurinn á landinu. Ef við tölum hlutfallsleg slys, alvarleg slys miðað við íbúafjölda. Þannig það alls ekki þannig eins og mátti greina og mér fannst borgarfulltrúin vera að segja og nánast ylgju að hér sé eitthvað óskaplegt ógnarástand langt í frá. Nú það sem þessi merkilegi samgöngusamningur gerði svo sannarlega ekki það að ríkið hætti að skipta sér af umferðarmálum hér í borginni. Þetta kveður á eins og kom fram allt að 1 milljarði til 10 ára. Og við eigum meðal annars þessum samningi að þakka það að við höfum núna eignast algjörlega frábæra hjólabraut og göngubraut yfir Elliðaársósana og ég veit það bara af íbúum sem búa í Grafarvogi og þarna í nánd að þetta gríðarlega mikil samgöngubót og sama má líka segja hjólahraðbrautina meðfram Suðurlandsbraut niður í bæ. Áhrifaríkasta leiðin til þess að efla umferðaröryggi að því borgarfulltrúin lætur að því liggja að þessi eingöngu að hugsa það auðvitað svo að hægja umferð í borginni og reyna að minnka bílaumferð eins og hægt Bílaumferð í Reykjavík gríðarlega mikil, 75% Reykvíkinga fara dagsdaglega í og úr vinnu á bíl, eða það 75% allra ekinna ferða í Reykjavík farin á bíl og það mjög hátt hlutfall. Ef okkur tekst að minnka þetta hlutfall eins og gert ráð fyrir í aðalskipulagi Reykjavíkur, ef okkur tekst að minnka þetta hlutfall, jafnvel þó að Reykvíkingum munum fjölga næstu 20 árin, úr 75% í 58%, þá munum við alveg örugglega auka umferðaröryggi í Reykjavík, einfaldlega vegna þess að þá eru færri bílar á ferðinni. Þá eru fleiri sem að taka strætó, fleiri sem að ganga og fleiri sem að hjóla. Og þeir sem að taka strætó, þeir sem að hjóla og þeir sem að ganga eru yfirleitt ekki að valda alvarlegum banaslysum. Það eru fyrst og fremst bílar sem að keyra mjög hratt í gegnum borgina og þeir keyra mjög hratt vegna þess að þeir eru að keyra inn í borgina að þá ekkert sem að stöðvar þá, þeir keyra á hraðbraut viðstöðulaust inn í miðjan kjarna borgarinnar og ef að svo fer fram sem horfir og það sem að ef við settum vegrið allstaðar meðfram að þá það vitað að þá skynja allir bílstjórar það sem heimild að keyra eins hratt og lög leyfa, alveg burt sér frá því að þú ert komin inn í miðja borg. Í aðalskipulaginu sem sagt gert ráð fyrir að þetta hlutfall ekinna ferða fari úr 75% niður í 58%, að þeir sem að taka strætó, hlutfall þeirra fari úr 4% upp í 8% og jafnvel hærra og að þeir sem að fara hjólandi og taka strætó að hlutfall þeirra fari úr 20% í 30%. Og það miðað við að þetta gerist eftir 15-16 ár og ef okkur tekst það sem ég alveg sannfærður að þá þessi tillaga ekki róttækari en svo, ég held við getið þess áður hér í borgarstjórn, að þá verðum við komin jafn langt í því að auka á fjölbreytni í umferðarmátum og frændur okkar í Þrándheimi. Því að þeir eru nákvæmlega á þessum stað núna þegar að kemur að hlutfalli bílaumferðar, hjólandi, gangandi og með strætó. En eftir 15 ár verða þeir komnir mun lengra en við og þá leið mun lengra í því að skapa öryggi.
Ég vil líka geta þess, og þá mér sérstaklega minnistætt plakat sem fyrrum flokksbróðir borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar stóð að því að láta gera á samt hópi á góðu fólki sem sýndi það hvað einkabílar taka gríðarlega mikið pláss á götunum í borginni miðað við þá sem á hjóli og þá sem að taka strætó. Þannig ef við hugsum þetta út frá hagkvæmni og því að fara vel með peningan okkar, að þá bílaumferðin óhagkvæmasta leiðin til þess að komast á milli staða og langt dýrust fyrir samfélagið. Og við þurfum að hugsa þetta þannig að göturnar í borginni náttúrulega búnar til, þær eru mannanna verk, þær kosta hellingapening og viðhald þeirra kostar hellingapening. Það má segja að þetta séu takmörkuð verðmæti. Og eins og með öll takmörkuð verðmæti, hvort sem það jarðvarmi, vatnsafl eða hvað sem það öll takmörkuð verðmæti sem við höfum aðgang að verðum við að nýta á sem hagkvæmastan hátt. Og nákvæmlega það gert með þessum frábæra samgöngusamningi, því að það gengur út á það að efla ferðamáta sem eru miklu hagkvæmari fyrir borgina, það að segja hjól og strætó, miklu hagkvæmari heldur en endalaus einkabílaumferð og ekki bara hagkvæmari sem að snertur auðvitað buddu borgarbúa, heldur líka miklu heilsusamlegri. Og ef við ætlum að standa undir nafni sem heilsuborg þá verðum við að gera mjög stórt átak í þessum efnum og vegna aðdáunar borgarfulltrúans á mislægum gatnamótum að þá ætli ég geta þess að lokum að Reykjavík hefur auðvitað mjög mikla möguleika og allar forsendur til þess að teljast græn borg, en fyrir 3 árum að þá náði Reykjavík samt því ekki að vera valin sem svokölluð græna borg Evrópu, sem alveg furðulegt. En hver var megin ástæðan? Jú, ein megin ástæðan sú að hér eru næstu 50% af yfirborði borgarinnar malbikaðir og veghelgunarsvæði. 50% af yfirborði borgarinnar grátt malbik og finnst borgarfulltrúanum virkilega nauðsynlegt að auka á þetta. Ég segi nei, meiri hjólastíga, betri strætó. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, minnst að ómálefnalegt hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni að reyna að stilla málinu upp þannig að þetta snúist ekkur leyti stórframkvæmdir í vegakerfinu Reykjavík annars vegar eða hjólastíga og strætó hins vegar. Það vita allir að Sjálfstæðisflokkurinn styður af heilum hug uppbyggingu ólíkra samgöngukosta í borginni og vill að fólk eigi val. Enginn þarf að velkjast í vafa það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur flutt margar tillögur það hvernig með bæta strætókerfið og auka veghjólreiða í Reykjavík. En Sjálfstæðisflokkurinn hann vill líka gera gatnakerfið betur í stakt búið til að þjóna sínu hlutverki. Og ég bara teka fram, það ekki verið að leggja fram þegar við erum að tala stórframkvæmdir. Við erum ekki að tala einhverja nýjar hraðbrautir, að meira pláss væri í þeim skilningi undir malbik. Við erum að tala að bæta það gatnakerfi sem fyrir Mér finnst ekki hægt mér finnst leiðilegt að menn vilja tala hér í borgarstjórn af léttúð þann kostnað sem fellur til vegna og það tjón sem verður vegna umferðarslysa í Reykjavík. Það mikið og við sjáum það auðvitað fyrir okkur að fyrst og fremst verði þessir peningar sem vonandi koma nýttir í það að bæta vegakerfið og því verið ráðstafað þá umferðaröryggis og þannig verið dregið úr slysum. Það að greiða fyrir umferð, ég nefndi það sem algjört aukaatriði. Umferðaröryggi þetta aðalatriði og Sjálfstæðisflokkurinn hefur á þessu kjörtímabili sem fyrir kjörtímabilum beitt sér fyrir fjölmörgum aðgerðum í því skyni að draga úr umferðarhraða. Sjálfstæðisflokkurinn hafði forgöngu upptöku 30 km svæðin árið 1985 og nú það komið á út alla borg. En það breytir því ekki að við viljum líka að stofnbrautakerfið virki og fækka slysum þar og besta leiðin til þess væri að fara út í stórframkvæmdir á einhverjum stöðum og leiðilegt að hugsa til þess að eða eins og mér heyrist vera að meirihluti vilji ekki styðja það hjá okkur. En þetta snýst alls ekki það að einhvern veginn að minnka val fólks í samgöngukostunum.
Þvert á móti viljum við stuðla að fjölbreyttu vali og viljum gjarnan sjá fyrir okkur að fólk nýti sér hjólreiðar og gangi og strætó í meira mæli en það gerir núna. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið við það að veita andsvar og þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Skilvirk og örugg samgöngukerfi eru samfélögum álíka mikilvæg og gott æðakerfi heilbrigðum líkama. Arðsemi þeirra felst í öflugu atvinnulífi og bættum lífskjörum. Það engin tilviljun að framsækin yfirvöld stuðla að bættum samgöngum. Það heldur engin tilviljun að hernaður gegn samfélögum hefst yfirleitt á því að lama samgöngukerfi. Ég ætla ekki að líkja borgaryfirvöldum við innrásarher, en stefna þeirra í samgöngumálum byggð á misskilningi og getur orðið býsna dýrkeypt nái hún fram að ganga á næstu árum. Þau hyggjast lama Reykjavíkurflugvöll innan 3 ára þó hann sé álíka mikilvæg samgöngumiðstöð fyrir Reykjavík og landsbyggðin Victoria Station í London og höfuðborgin í Kaupmannahöfn. En það eru fleiri járn í eldinum. Í fyrsta sinn í sögu Reykjavíkur telja borgaryfirvöld það hlutverk sitt að hægja á allri umferð í borginni óháð aðstæðum. Að þessu unnið markvisst með tvennum hætti. Með tímamótasamningi síðustu ríkisstjórnar og Reykjavíkurborgar frá 2012 afsalar Reykjavíkurborg þeim rétti að ríkisvaldið fjármagni uppbyggingu og meiriháttar viðhald á stofnbrautum borgarinnar næstu 10 árin. Það þarf enga sérfræðinga til að sjá fyrir það öngþveiti sem slíkt aðgerðaleysi skapar í umferðar- og öryggismálum á næstu misserum, hvað þá eftir tæpan áratug. Á undanförnum mánuðum hafa borgaryfirvöld svo bætt gráu ofan á svart með margvíslegu og misbrotslegu götuföndri sem miðar að því að hefta umferð vélknúinna ökutækja. Hér og þar hefur verið þrengt að umferðargötum, plantað niður smáfuglahúsum og merkingarlausum veifum fjölgað og færðar til rangt merktar eða ómerktar gangbrautir og strætóstoppistöðvar inn á almennar akreinar. Þessa má sjá stað á Hofsvallagötu, Snorrabraut og í Borgartúni. Og þetta aðeins forsmekkurinn því að til stendur að þrengja fleiri götur og gera fleiri götur á svokölluðum borgargötum, eða þessu fína nafni sem að borgaryfirvöld hafa kosið að kalla þessar götur sem hafa verið þrengdar hér í borginni og valdið umferðartöfum. Forseti, samgöngupólitík borgaryfirvalda í stuttu máli eftirfarandi. Mikil umferð einkabíla veldur alvarlegum umferðarslysum, eykur hávaða og loftmengun og plássfrek. Þess vegna þarf að draga úr henni. Ekki hægt með góðu móti að gera einkabíla upptæka, en það hægt að draga úr notagildi þeirra með breytingu á gatnakerfinu. Með því að hefta umferðina hægt að lengja ferðatíma fólks og að þvinga það þannig til að velja annan ferðamáta. Þetta fráleit áætlun. Hér ekki lítið ráðist. Samkvæmt ferðavenjukönnun Gallup fóru Reykvíkingar 75,3% ferða sinna á einkabíl árið 2002 og 76,4% árið 2011. Hversu mikið þarf að lengja ferðatíma okkar svo að þessar tölur lækki umtalsvert? Og hvað kostar að ná slíku markmiði borgarstjórnar ef undan skilin skemmdarverkin á gatnakerfinu? Ef breytingar á samgöngukerfi verða til þess að einstaklingar verða meðaltali 15 mínútum lengur frá heimili sínu á vinnustað og sömuleiðis heim á leið, þurfa þessir sömu einstaklingar að greiða þann kostnað með frítíma sínum, sem nemur 2,5 klukkustund á viku eða tæpum 5,5 sólarhring á ári. Samfélög og einstaklinga munar minna. Ekki þó allt upp talið. Samgöngustefna núverandi borgaryfirvalda mun viðhalda slysatíðni á fjölförnustu gatnamótum í stað þess að koma þar upp mislægum gatnamótum sem nánast útrýma slysum.
Hún mun fjölga alvarlegum umferðarslysum með því að beina umferðinni af stofnbrautum og inn í íbúðarhverfi. Nýlegt dæmi eru breytingarnar á Hofsvallagötu sem urðu til þess að 1000 bílar fara á sólarhring inn í hverfið og framhjá þeim grunnskólum sem í hverfinu. Borgaryfirvöld munu viðhalda og stórauka hávaða og loftmengun í rúmlega réttu hlutfalli við lengingu ferðatímans. Hún mun einnig auka eldsneytiskostnað í sama hlutfalli og hún mun koma í veg fyrir að við fjárfestum í skynsamlegum stofnbrautaframkvæmdum sem mættu annars að draga úr stofnbrautaumferðinni en frekar sem fer inn í hverfin okkar. Borgaryfirvöld hafa engan rétt á því að þvinga fólk til að breyta ferðavenjum sínum eða ferðamáta sínum. Þau hafa engan rétt á því að draga úr notagildi einkabíla borgarbúa og rýra þannig stórlega þá fjárfestingu sem felst í bifreiðaeign þeirra. Með vanhugsaða hugmyndafræði að leiðarljósi eru þau beinlínis að vinna gegn yfirlýstum markmiðum sínum að fækka slysum og umferðaróhöppum, draga úr loft- og hávaðamengun, draga úr neikvæðum umhverfisþáttum umferðarinnar og stuðla að hagkvæmni og bættum lífskjörum. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta var merkileg öfumælavísa og ég ætla ekki að fetta fingurinn út í hana. Það tilgangslaust. Allar alhæfingar sem hér voru settar fram að mínu mati og eftir sem ég best veit og ég sett mig talsvert inn í þessu mál eru á nokkurra raka og ég vildi til að mynda að við höfum boðið borgarfulltrúanum með okkur til bandarísku borgarinnar Portland og hún átt þess kost að hlýða þar með okkur bæði í Portland og í Seattle. Þá hefði hún komist á raun það að meira segja það í hinu fyrirheitna landi bílaframleiðslunnar eru allt önnur viðhorf en við heyrðum hér. En mér langaði bara að koma því að mér fannst eins og að borgarfulltrúin væri að fetta fingur út í það að það væri eitt af megin markmiðum að hægja aðeins á umferðinni í borginni og þá ætla ég að rifja það upp sem borgarfulltrúin ætti að vita að ef að bíll keyrir á gangandi vegfarenda á 50 km hraða að þá eru 80% líkur á því að hann deyi. Ef að bíllinn keyrir á gangandi vegfarenda á 30 km hraða þá eru 80% líkur á því að hann lifið það af. Og ég treysti því að borgarfulltrúanum telji það að það sé nokkurs virði. Hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér var ekki lítið ráðist í þessari ræðu hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni. Mig langar til þess að beina spurningu til borgarfulltrúans hvort að hann telji umferðaröryggi barnanna í Vesturbænum einhvers virði þegar 1000 bílar stytta sér leið með því að fara inn í hverfið og fram hjá skólanum þar sem börnin eru á ferð. Finnst honum það ásættanlegt? Þeir fara ekki á 30 km hraða í gegnum hverfið. Þeir fara á miklu meiri hraða og foreldrar í Vesturbænum eru hættir margir hverjir að senda börnin sín gangandi í skólann. Er það þetta sem að borgarfulltrúinn vill? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið því að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hefði ekki átt að birta mig hérna áðan því að fyrir umræðunni til tóma vitleysu. En ég vil þó nefna það að ég veit ekki til þess að það hafi orðið nokkur slys á börnum í Vesturbænum núna. Þau urðu hér áður fyrr og þessar aðgerðir sem að ráðast var í á Hofsvallagötunni urðu meðal annars vegna þess að íbúar í Vesturbænum töldu umferðina eftir Hofsvallagötuna allt of hraða og
skólabörn þurftu að fara yfir hana, hún væri hættuleg. Þannig að þessar aðgerðir voru rökrétt framhald af þessum óskum bæjarborg eða íbúa í Vesturbænum. Það að þessar aðgerðir sem var farið í vöktu ekki mikla hrifningu svo annað mál. En í sambandi við það þegar að bílar keyra í gegnum hverfi þá það í rauninni eðlilega fyrirkomulag. Það óeðlilegt í gömlum borgarhlutum að búa til botnlangagötur. Sjálfur bý í gömlum borgarhluta það sem einmitt gegnumstreymis umferð allar götur og það í Þingholtunum, einhverjum eftirsóttasta og öruggasta stað borgarinnar. Það hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú, kannski með henni mani og það var nú rétt að nefna það varðandi Hofsvallagötuna að hvað sem það má nú segja þá framkvæmd að þá hefur dregið þar verulega úr umferðarhraða. Það er lækkað mikið, það eru upplýsingar frá lögreglunni og ætti þá að samkvæmt þeim ræðum sem hafa verið hér haldnar að draga úr hættu á slysum. Ef að ég skil það ekki og ég hvet nú borgarfulltrúa, bæði Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa og aðra borgarfulltrúa til að kynna sér aðalskipulag aftur. Það tekið á áhyggjum borgarfulltrúans ferðatíma milli staða og setta fram hugmyndir hvernig megi bæta úr því. Góðar hugmyndir á mínu mati. Varðandi efni sem hér til umræðu sem samgöngusamningurinn samningurinn um eflingu almenningssamgangana á höfuðborgarsvæðinu, að þá er þar inni ákvæði endurskoðun og það mikilvægt að það sé skoðað reglulega hvort sé ástæða til að taka eitthvað upp í þessum samningi. Fyrsta lagi náttúrulega mjög brýnt að við fáum fullt framlag út úr þessu samningi. Ríkisvaldið hefur náttúrulega skert hann núna á þessu ári og við höfum mótmælt því og þurfum að halda því áfram. Ef þú gerir samning þá eru náttúrulega að allast til að þessi staði við hann og það hefur reyndar virðist ekki alltaf verið skilningur eða þá að semja annað og það virðist ekki alltaf verið skilningur ríkisins og við borgarfulltrúar verðum náttúrulega að sameinast það að berjast fyrir því að samningar sem við okkur eru gerðir séu virtir og ef að ekki unnt að virða þá að það sé allavega samið annað. Við erum sanngjarnt fólk held ég upp til hópa, ef ekki öll bara, jafnvel, góðum degi allavega og þetta semja við okkur. En samningurinn náttúrulega, þessi samningur eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu samstarfsverkefni ríkis og allra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og vegna orða borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar þá vil ég nú bara minna það að það var oddviti Sjálfstæðismann í Garðabæ sem var nú okkar aðalsamningamaður í þessu og Gunnar Einarsson vil nú færa honum þakkir fyrir það. Hans framlag í þessu máli, hann gríðarlega öflugur, vann þarna gott starf. Nú það ekki þannig að það sé ekki verið að byggja upp nein samgöngumannvirki hér í Reykjavík og Hjálmar Sveinsson fór nú svo sem yfir það. En það er auðvitað ekki verið að byggja nákvæmlega þau mannvirki sem þessi samningur umræddi tekur til og þarna frestun ákveðna framkvæmda að ræða. En þetta hugsanlegt að önnur uppbygging og aðrar áherslur skulum við segja og uppbygging annarra mannvirkja getur orðið til þess að umferðarhegðun breytist og það getur kallað á að þessi umræddu samgöngumannvirki þurfi að endurhugsa algjörlega og þetta getur nú hugsanlega orðið mjög samfélagslega hagkvæmt.
mislæg gatnamót eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi sem slík geta verið ágætt en þau eru eins og hann nefndi líka í máli sínu borgarfulltrúin gríðarlega dýr og hafa hingað til verið plássfrek og við viljum gjarnan nýta plássið okkar vel og við viljum líka nýta fjármunina okkar vel og ef að umferðarhegðun breytist og þau markmið sem við erum með varðandi það ganga fram að þá náttúrulega er mikill ávinningur í því ef það skildi nú fara svo að það væri alls ekki þörf fyrir þessi mannvirki eða allavega einhver þeirra þá græða allir og við skulum líka átta okkur á því og gerum það þetta öll hér í borgarstjórn að það er mikill samfélagslegur ávinningur í hverjum og einum einstaklingi sem kýs að nota aðra ferðamáta en einkabílinn, ganga eða hjóla eða taka strætó. Það er mikill fjárhagslegur ávinningur í því og auðvitað mikill lýðheilsulegur ávinningur í því líka sem skila sér líka beint í budduna og ég veit að sjálfstæðismenn sem aðrir eru sammála þetta. Þetta erum við sammála margt. Efling almenningssamgangna er nú líklega eitt mikilvægasta verkefni sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og ég held að fulltrúar allra flokka í borgarstjórn séu á því. Ég man allavega ekki betur en að formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga sem er jafnframt oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík. Hann hafi talað á þeim nótum og ég held að sé bara almennu samhljómur það. Þannig að ég held að það sé þessi samningur sé nú hafi bara verið til mikillar framfara skulum við segja. Nú þetta styðji það Reykjavík fái aukið fé til umferðar eða til umferðarframkvæmda skulum við segja og þar eru þar getur verið ýmsar umferðarframkvæmdir að ræða eða bara samgöngur almennt. Þú veist, við þurfum auðvitað að bæta almenningssamgangnakerfið og að hluta til kallar það auðvitað á vegaframkvæmdir, forgangsreinar og annað slíkt og við höfum auðvitað stefna því að bæta þær, stytta með því ferðatíma fyrir þá sem að nota almenningssamgöngur. Varðandi þessa tillögu sem að sjálfstæðismenn bera hér upp og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon mælir fyrir að þá á ég allavega erfitt með að samþykkja hana á þeim forsendum sem ég fannst að vera sett fram á. Það er að segja sem tillögu í raun og veru gegn þessum ágæta samningi eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu og mér finnst skína einhvern veginn í það undirliggjandi markmið að það er afnema þennan samning og það held ég að væri mikið óheilla spor. Og ég vissum að hann tekur undir það oddviti sjálfstæðismann í Reykjavík og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga allavega með það hvernig hann hefur talað við megum ekki draga hér úr eflingu almenningssamgangna, það er lykilatriði. Þannig að öllum að óvörum þá legg ég nú til að þessi máli verði vísað til borgarráðs og þar ræðum við hvað það er nákvæmlega sem við viljum fá fram með endurskoðun þessa samnings og hver okkar markmið eigi að vera í þessum viðræðum og reynum að ná einhverju svona sameiginlegri niðurstöðu það. Það er allavega mikilvægt að þessi farið í slíka endurskoðun með skýr markmið og það er ekki gott ef að hluti borgarstjórnar hefur eitt markmið og annar hluti annað. Það geti allavega ég sé fyrir mér að það gæti skapað einhvern misskilning. Það viljum við ekki. Þannig að ég legg þetta nú til sem málsmeðferð að við vísum þessu til borgarráðs og fjöllum ítarlega
málið á þeim vettvangi. Takk fyrir það. Það var borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og það var borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við ræðum nú vítt og breitt samgöngumálin í Reykjavík og þegar maður skoðar myndir af gömlu Reykjavík, ljósmyndir, sem er til dæmis á ljósmyndasafni Reykjavíkur, og svo, já, hvernig hún leit út í upphafi síðustu aldar og allt fram að stríði, þá sér maður borg sem að svona virkar ákaflega hlýleg og krúttleg, margbreytileg og af þessum myndum að dæma og því sem að maður hefur lesið að þá virðist fólk fara ferða sinna með fjölbreyttum hætti, margir ganga eða hjóla, það er ótrúlega og ég hvet ykkur til þess að fara inn á vef Ljósmyndasafns Reykjavíkur og það er hægt að slá inn leitarorð og það er til dæmis hægt að slá inn leitarorðið reiðhjól og sjá myndir sem að hafa reiðhjól og ótrúlega fjölskrúðugt úrval af reiðhjólum í Reykjavík og jafnvel hestum og hestvögnum. Fólk ferðar sinn og það var jú náttúrulega samgöngumátinn hér á landi, hesturinn. Fólk fór, já, það var nú ekki farið hér þetta land öðruvísi en ríðandi. Varla. En svo er eins og Reykjavík á einhverjum tímapunkti hafi verið tekin til algjörrar endurskoðunar og ég hef stundum veltið fyrir mér, það er eins og sko borgin hafi verið tekin til endurskoðunar og endurskipulögð af bílasala og breiðar götur myndast og þar sem áður stóðu falleg litrík bárujárshús birtast bílastæði til þess að bjóða velkomna þessa bíla og malbyggið byrjar að flæða hér allt og í formi vega eða bílastæða og borgin fer að laga sig svolítið, já, hún fer að breytast svolítið úr því að vera þessi krúttlega, sveitalega borg þar sem að búðirnar bera einhver svona framandleg dönsk nöfn, einhver svona dönsk ættarnöfn sem að já, hefur svona ákveðin sjarma í einhver algjöra breytingu, það verður svona moderníseruð og það er einhver hugmyndafræði í því að modernísera borgina og bíllinn gerir innreið sína á Ísland, hann nemur land, ekkert ósvipað og fólkið sjálft nam land og hann náttúrulega gjörbreytir íslensku samfélagi og Reykjavík líka og er það mjög mikið til góðs, sérstaklega fyrir fólk sem kann ekkert á hesta og bíllinn gjörbreytir landbúnaði, eða það er að segja dráttarvélar, yrkja jörðina með miklu kröftugari og árangursríkari hætti heldur en áður var gert með hestum og samgöngur gjörbreytast og þetta náttúrulega gjörbreytir íslensku samfélagi að eiga bíl
Og þetta er hluti af sjálfstæðismynd okkar Íslendinga, að eiga bíl, hafa bíl, það er bara svolítið tákn fyrir frelsi, að komast ferða sinna og með fljótum og skjótum hætti, eða með skjótum hætti, af því að fljótum og skjótum er eiginlega bara sama. Ég byrja búskap, það er að segja, að reka mitt eigið heimili hér í Reykjavík, svona upp úr, 86 myndi ég segja. Og það var bara algjörlega einhvern veginn alveg bara borðliggjandi mál að ef þú ætlar að eiga heimili, ætlar að reka heimili í Reykjavík, þá þarftu að eiga bíl. Og það var svo sjálfsagt mál að ég hugsaði ekki einu sinni út í það, hvort að það væri einhverjir aðrir möguleikar í stöðunni. Það þarf að komast í vinnuna og maður þarf að skutla krökkunum og svo framvegis, og svo þarf maður sjálfur að komast hingað og þangað. Og náttúrulega búinn að drita niður börnum eins og ég hef margoft sagt, og ég er búinn að eiga alveg ógrynni af bílum, ógrynni og allt, eða flest af því afspyrnuslæmi bílar. Fyrsti bílinn minn var Lada Lux og ég ætla nú ekki að halda hér langa ræðu alla þá vondu bíla sem að ég hef átt. En ég hef meðal annars, ég hef átt Lada og ég hef átt Fiat Weekend, ég hef átt Chevrolet Monza og ég hef átt Renault Nevada og ég hef átt, alversti bíl sem ég hef átt var Simca Talbot. Það er alversti bíl sem ég hef átt og ég vissi það ekki þegar ég keypti hann að hann var óriðvarinn og ryðgaði undan mér bara á leiðinni, í bókstaflega. Hann sem sagt datt á bara öxlana í Höfðabrekkunni og ég keyrði hann upp í Gufunes og skildi hann þar eftir og setti útvarpið í botn og sparkaði hann og labbaði heim. Þannig að ég hef séð mig tilneyddan til þess að eiga bíl og þó að það hefði verið erfiðleikum bundið. Og auðvitað til þess að komast ferðaminna, en líka að því ég hef átt svo marga krakka þá hef ég þurft að eiga stóran bíl, helst eitthvað svona stationbíl til að geta troðið einhverju drasli í skottið og koma öllum þessum bílstólum fyrir, og svo vill maður náttúrulega að tryggja öryggi krakkana sinna eins og maður mögulega getur í þessari umferð allri. Og það var einmitt þegar ég átti Fiat Weekend og ég var náttúrulega blankur, alltaf blankur, þannig að ég var að kaupa svona bíla sem að aðrir vildi ekki sjá og oft ekki alveg búin að setja mig inn í af hverju bílarnir voru svona ódýrir, en það var yfirleitt vegna þess að það var ekki umboð fyrir þá á Íslandi. Og ef að bílaði eitthvað í þeim þá gat það tekið fleiri vikur eða jafnvel mánuði að fá varahluti. En svo gerði ég það eftir að kona mín og strákurinn minn lenti í bílslysi. Það ákvað ég að kaupa, af þeim ástæðum, það ákvað ég að kaupa góðan og öruggan bíl. Ég ákvað að kaupa jeppa og ég keypti mér stóran jeppa, Nissan Pathfinder, alveg prýðisbíl, og
keypti hann hjá ágæta fyrirtæki Ingvari Helgasyni, þar sem að gott ef að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson var ekki framkvæmdastjóri hjá því ágæta fyrirtæki. Og mikið prýðisbíl, en hann var ekki ókeypis. Og þess vegna gerði ég nú eins og margir, að ég tók svokallað bílalán. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt talað um bílalán. Þeir voru talsvert í umræðunni hér fyrir nokkrum árum vegna þess að það voru svo margir sem tóku bílalán. Og þegar að efnahagshrunið varð, að þá margfölduðust mörg þessi bílalán og voru jafnvel orðin meiri heldur en bílvirðið. Og margir lentu í miklum ógöngum, og þetta er hluti af skuldavanda íslenskra heimila. Það eru bílalán. En fólk hafði sem sagt séð sig tilknúið til þess að kaupa sér bíl án þess að eiga eiginlega efni á því. Það er að segja, taka lán til þess að kaupa bíl, vegna þess að það er svo nauðsynlegt að eiga bíl. Og ég verð að segja að þessi umræða samgöngumálin í Reykjavík, og ég hjó nú sérstaklega eftir því í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur, þar sem hún kallaði tilraunir borgaryfirvalda til þess að leggja hjólreiðastíga misbrostlegar aðferðir, eins og það að koma til móts við fólk sem að hefur ekki efni á því, sem hefur ekki tekjur til þess að kaupa sér bíl, að það sé einhvern veginn einhver hugsjón hjá borgaryfirvöldum að gera þessu fólki kleift að koma börnunum sínum á leikskóla, að koma sjálfu sér í vinnuna eða komast ferða sinna hér fram og tilbaka án þess að eiga bíl, eða vera tilknúið til þess að taka lán sem það hefur svo ekki einu sinni efni á að greiða. Að það sé einhvers konar aðhlátursefni eða tilefni til einhverjar fyndni finnst mér mjög sérkennilegt. Og þessar umræður valkosti í samgöngum í Reykjavík, að þetta skuli það að brjóta upp eða brjótast gegn einhverju sterku, stóru, ríku, áhrifamiklu og valdaríku apparati sem að eru þeir aðilar sem að hafa hag af því að við íbúar þessarar borgar kaupum bíla og kaupum bensín, að þeir geti ekki unnt okkur sem að kjósum að haga lífi okkar einhvern veginn öðruvísi, þannig að við komumst með krakkana okkar, eða við getum bara beinlínis sent börnin okkar út fyrir hússins dyr án þess að eiga það á hættu að það verði keyrt yfir þau. Að við skulum einhvern veginn vera einhver ógn við þetta. Það finnst mér algjörlega absúrt. Og það er stundum rætt þessar hluti og á þann hátt að hún sé rekin áfram af, það sé einhverjar svona vafasamar hvatir sem liggi þarna baki því að vilja bjóða fólki upp á að geta labbað eða hjólað þangað sem vill fara frekar en að keyra.
að þetta sé rekið áfram af einhverju hugsjón sem að einkennist af einhvers konar hatri á bílum. Og þetta er kallað jafnvel aðförin, sem er ágæðið hugtak, aðförin að einkabílnum. Og hún verður sérstaklega hávær þegar að til dæmis á að fækka bílastæðum einhvers staðar eða hugsanlega gera einhverja götu að göngugötu. Þá verður þessi umræða mjög gjarnan hávær og það eru ákveðnir aðilar sem að hafa sig þá sérstaklega í frammi í því og eins og það sé ekki hægt að búa til samfélag sem að, sko þetta er eins og með áfengi, ef við líkjum, að því við erum nú alltaf að tala hérna í einhverjum myndlíkingum og við erum að nota hér alls konar hugtök, líkjum þessu við áfengi. Nú er áfengi hérna í samfélaginu. Þetta er svona svipað eins og við myndum tala áfengi ýmist út frá sem góðtemplarar eða ofdrykkjufólk sem vildi hafa óheftan aðgang að áfengi hvenær sem við vildum og helst drekka það öllum stundum eða bara alls ekki. Og það sé engin millivegur þarna á milli. Það að geta sest niður og fengið sér rauðvínsglas með nautasteik eða snitsel eða ég veit ekki hverju, eða hvítvín með fiski, það sé óhugsandi, að það sé bara annarkvort ertu með áfengi og þá viltu hafa það aðgengilegt allstaðar, öllum stundum þegar þér hentar, eða þú ert alfarið algjörlega á móti því. Þú neytir þess ekki sjálfur og mátt ekki hugsa til þess að nokkur annar maður neyti áfengis. Þetta er svona tvíhyggju umræða, eins og það sé engin millivegur og það er mjög gjarnan í þessari umræðu að þá verður oft svolítið svona tilfinningasemi. Það er að segja að ofdrykkjufólk veit ekkert verra heldur en templarar. Templarar eru algjörlega eitur í beinum alls almennlegs ofdrykkjufólks og ofdrykkjufólk vill náttúrulega ekki sjá, og templarar vilja náttúrulega ekki sjá ofdrykkjufólk en svo er þetta náttúrulega ekkert svona. Flestir neyta áfengis í einhverju jafnvægi og einhverju hófi og velja sér víntegundir eftir því eftir tilfellum, drekka bjór stundum og fá sér síðan kannski rauðvín öðrum stundum og jafnvel viski eða eitthvað brennivín við önnur tilefni. Og mér finnst þessar aðgerðir okkar, eða þessa meiri hluta, vera mjög góðar og mér finnst þessi meðvitund þetta er ekki tvíhyggja, þarf ekki að vera í þessu tvíhyggju formi og ef að borgarbúar, og við sjáum það helsta umkvörtunarefni borgarbúa hætta frá bílaumferð, hávaði frá bílaumferð, mengun frá bílaumferð, að þá hljótum við sem borgaryfirvöld að bregðast við því með einhverjum hætti, með því að annaðhvort draga úr bílaumferð eða minnka óþægindin af henni og bjóða þá líka upp á einhverja aðra samgöngu möguleika og það þarf ekki að vera neitt áhyggjuefni fyrir bíla- og bensínsala því að þeir munu áfram selja bíla og þeir munu áfram selja bensín en kannski eitthvað aðeins minna og geta hugsanlega líka farið að selja eitthvað reiðhjól eða eitthvað annað og þetta ætti alveg að geta verið
vinn-vinn fyrir alla. Það ætti allir að geta svona lifað í sátt og samlyndi í þessu fyrirkomulagi þar sem að maður hefur valið það að hvort að maður fer ferða sinna á bíl eða hvort að maður fer ferða sinna með einhverjum öðrum hætti, gangandi. Og ég sko bara síðast í gær þá labbaði ég frá heimili mínu sem hjá Landakoti, eða hjá Landakotsspítala, labbaði ég frá heimili mínu í Vesturbæjarlaugina og með 9 ára syni mínum. Og náttúrulega við þurfum að fara þarna yfir mjög fjölfarna götu, Hringbrautina, og hann var 9 ára gamall. Ég myndi aldrei ég myndi aldrei þora að senda hann einan yfir Hringbrautina vegna þess að mér finnst hún telst til hættulegra gatna að mínum dómi. Og við gengum það. Nú heyri ég að svona út undan mér að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur áhyggjur af tímanum og ég verð að segja að ég fæ þá svona áhyggjur sjálfur. Það eru 4 mínútur eftir. Já, þá get ég upplýst borgarfulltrúa það að ég á 4 mínútur eftir og það allir með allt á hreinu hér. 2, segir tímavörður. Og þar var mér, svo eftir að við vorum búin að fara í sund í Vesturbæjarlauginni, þá ákváðum við að fara á Subway og fá okkur Subway, vegna þess að það er svo prýðisgóð fæða, ágætur veitingastæður. Og við fórum þangað og löbbuðum svo þaðan og heim og þá var mér til dæmis, þegar vorum að labba þarna, þá tók ég eftir því, það er nú komin 8. maí, þá tók ég eftir því hvað ennþá eru margir á nagladekkjum í Reykjavík, til dæmis bara það. Það er 8. maí og það er löngu búið að banna að keyra á nagladekkjum, en ennþá er verið að keyra á nagladekkjum og nagladekk eru talin einn megin valdur að svifryki oft á tíðum í Reykjavík og margir segja þessu óþörf og víða í útlöndum þá eru nagladekk bönnuð og til dæmis í Þýskalandi veit ég að nagladekk eru bönnuð. Og ég fór að hugsa þetta og ég hef nú oft velt þessu fyrir mér líka af hverju er svona mikið á nagladekkjum og af hverju er fólk ennþá að keyra á nagladekkjum og ég veit það ekki, af hverju er fólk svona tregt til þess að kynna sér einhverja aðra möguleika og ég veit ekki, ég fór að hugsa að getur verið að sé einhver sem að sé að flytja inn nagladekk og vilji að fólk sé á nagladekkjum vegna þess að hann er einhvern veginn svona byggir sína afkomu á því að fólk noti nagladekk, ég veit það ekki, takk fyrir. Þá hefur háttvirtur borgarstjóri lokið máli sínu og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vísa alfarið á bug þessari gagnrýni borgarstjórans að ég hafi einhvern sérstakann áhuga á því að koma í veg fyrir það að fólk sem eru gefna á að kaupa sér bíl að það komist með börnin sín í skóla og leikskóla. Þetta er svo fjarstæðukennt og svo mikið út í hött. Málið hér snýst samgöngustefnu borgaryfirvalda sem að gengur út á það að þrengja að einkabílnum og sjá til þess að fólk velji einn samgöngukost umfram annan. Við höfum alltaf talað fyrir því að fólk eigi að hafa val hvernig það ferðast. Ég hef líka áhuga á því og ég hugsa að borgarstjóri hafi kannski frekar lítinn áhuga á því að einstæð móðir sem hefur ekki efni á því
fara með strætó eða fara hjólandi eða gangandi með börnin sín í skóla og leikskóla eldsnemma á morgnana vegna þess að hún á að vera mætt klukkan 8 eða 9 í vinnu og þarf að eiga bíl. Ég hugsa að hann hafi engan sérstakann áhuga á því að hugsa hag hennar. Varðandi götuföndur á Hofsvallagötu, já, þá það grátbroslegt, borgarstjóri. Og það ekki bara mér sem finnst það er fleiri sem finnst það. Og það meira en grátbroslegt. Það hefur alvarlegar afleiðingar hvernig búið að þrengja Hofsvallagötuna. Það hefur þær afleiðingar eins og ég sagði áðan að það fara alltaf 1000 bílar á sólarhring inn í hverfið og við erum að vega að öryggi barnanna sem að búa í hverfinu. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla ekki að nýta allan minn tíma til ræðuhalda hér undir þessum lið, en langar bara að segja að ég get ekki á nokkrum forsendum samþykkt þá tillögu sem hér liggur fyrir að hálfu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og verði eiginlega að segja að mér finnst hún gamaldags, mér finnst þetta lýsa gamaldags pólitík já, ég fagnaði því af heilum hug og innilega þegar að samningurinn var gerður við ríkið vegna þess að þetta var framsæknasti samningur sem að gerður hefur verið. Þannig vorum við í fyrsta skipti í alvörunni komið með samning milli ríkis og borgar það að við ætluðum að efla fleiri samgönguhætti heldur en einkabílsins. Það skipti gríðarlegu máli ef við ætlum, og það skipti líka máli fyrir þá sem að velja að ferðast á einkabíl. Ef við fjölgum valkostunum, ef fleiri fara á strætó og fleiri fara hjólandi, þá verður meira pláss eftir fyrir einkabílinn. Það ættu allir að fagna þessum samningi og við ættum öll að standa með þessum samningi. En borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og sérstaklega framboðslisti þessa Sjálfstæðisflokks sem núna, ég veit ekki betur en að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem að þá voru hér í borgarstjórn hefðu fagnað þessu meira og minna upp til hópa, en núna í kosningabaráttunni á að fara að beita hérna þessari gamaldags pólitík sem að gengur ekkit út á annað en steypu og stórkallalegu umferðarmannvirki og ætlar í alvörunni að fara að taka peninga úr þessum mikilvægum málaflokkum sem að almenningssamgöngur bara til skammar. Ég mun ekki standa að því að samþykkja þessa tillögu, ég sé enga ástæðu til þess að endurskoða þennan samning. Hann góður, hann fyrir okkur öll og það löngu kominn tími til að við hættum gerð og áætlunum stórkallalegu umferðarmannvirki í þágu einkabílsins og snúum okkur öðrum samgönguháttum. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að hvetja forseta til þess að gæta að klukkunni og setja hann á stað þegar að borgarfulltrúar komi hér upp og tala svo að borgarstjórn þurfi ekki að sitja undir svo löngum ræðum eins og við þurfum að gera hér í dag þar sem að þetta hefur gleymst og þarf við að lengja fundinn umfram það sem að svona þörf krefur. Hér komum fyrir nokkrum árum skipulagsfulltrúar frá öllum Norðurlöndum og fóru á heimsóttu Reykjavíkurborg og keyrðu hér borgina. Fóru upp á bensínstöðina, Skeljungsstöðina upp í Breiðholti og horfðu yfir borgina. Og þeirra athugasemdir voru, mikið svakalega Reykjavík græn. Þeir höfðu ekki séð svo græna borg og sögðu þetta veri grænasta borgin af þeim sem að á Norðurlöndum, því að þetta voru skipulagsfulltrúar frá Norðurlöndum. Við höfum tilhneigingu til þess að tala Reykjavík sem gráa og ljóta og fulla malbyggi eins og borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson gerði. Það bara ekki satt. Við eigum aðeins að skoða okkur betur Við höfum Öskjuhlíðina, við höfum Laugardalinn, Elliðaárdalinn, við höfum þessi grænu svæði og gólfvellina hér allt í kring. Við höfum græna borg og kannski má segja það að eina sem að aukningin núna á gráleikanum þá hjólreiðastígar og göngustígar sem við erum öll sammála að einmitt þurfum að gera og núna meðfram Sæbrautinu sjáum við að það verið að bæta við hjólreiðastíga meðfram allir í Sæbrautinu þannig að það verður þá ennþá meira grátt.
Við höfum að þakka fyrir það að Reykjavíkurborg er græn, þetta er græn borg og við höfum að viðhalda því og einmitt að gæta því að vera ekki að taka af grænu svæðunum. Ef við skoðum aðeins hug okkar yfir þetta kjörtímabil, þá sjáum við það að þau uppbyggingar áform sem að menn hafa verið að vinna með á vettvangi umhverfis- og skipulagssviðs eru fyrst og fremst reitir sem að unnið hefur verið með áður á síðasta kjörtímabili og jafnvel ennþá lengra aftur í tíma. Þannig að deiliskipulagsáætlanir sem að unnið hefur verið með byggja allar á því sem að gert hafi verið að einni undanskilinu svona sem ég man eftir í skjótheitum. Og það er deiliskipulagsáætlun sem var bara sett inn á grænt svæði og þar verður þá grátt og það er við Suðurlandsbrautina á móti þekktum leikskóla. Þannig að það er bætt við 3 lóðum inn á grænu svæði og við vorum ekki sammála því. Ég svolítið hugsa yfir því hvernig borgarstjóri haga sína ræða. Vísu svolítið gaman að sjá að borgarstjóri getur líka skipt skapið. Það er bara einhvern veginn hefur skort hér þegar hann er að tala í borgarstjórn. En hann talar um henni að forðast að vera með öfga í þessu máli. Menn geti að verið eitthvað annað en bara blindfullir eða blá edrú. Og gott og vel. En þá er mann ekki að tala með þessum hætti. Að tala með háaða og öskra það hér yfir, belja það hér yfir borgarstjórn að við borgarfulltrúar sem að gagnrýnum þennan samning sem hér er til umfjöllunar séum þá á móti einstæðum mæðurum sem vilja komast með börnin sín í leikskóla og að við séum á móti því að þær geti farið leiðar sinnar á þess að kaupa sér bíl sem þær eigi ekki efni á eins og hann átti ekki efni á því að kaupa Nissan Pathfinder og lenti í vandræði með greiðslur á honum eða skilja má hans orð hér með þeim hætti. Og þá ef einhver setur þetta upp í svona svart og hvítt þá er það nú borgarstjórinn Jón Gnarr og ekki þeir sem hér töluðu áður og ennþá lengra gengur borgarstjórinn þegar hann heldur það sem er náttúrulega ágætis brandar í standoppi fyrir borgarstjórann þegar að fara að vinna við það aftur að halda það að við séum í símasambandi við bensíninnflytjendur og bílasala af ótta við það að það sé verið að ganga á þeirra hag. Ég bara spyr hvaðan kemur borgarstjórinn, hvernig dettur honum í hug að eitthvað svona sé í gangi. Er verið að hringja í borgarstjórann af innflytjendum og reiðhjólum og benda honum að það sé alltaf margir bílar og hann verið að fara að tala fyrir reiðhjólum. Ekki dettur mér það í hug einn einasta dag, einn einasta klukkustund. Þetta er ekkert svoleiðis. Þetta er auðvitað spurning umferðaröryggi og að gæta því að hreyfanleiki innan borgarinnar sé tryggður og auðvitað öllum sé fært að ferðast borgina með þeim hætti sem þeir kjósa. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hjólar. Það er fínt, það er gott. Ég vil að það geti það sé gengið þannig frá málum að hann geti hjóla sem víða og í sem mesta öryggi. En það er ekki allir sem hjóla. Og þá verðum við auðvitað líka að gæta þeim og það er 75% borgarbúa sem þurfa að fara að ferða sinni með einum öðrum hætti við eða kjósa það, hvernig sem á það er litið, með bílnum. Og þá verðum við auðvitað að tryggja það að það geti gengið. Og það, eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson bent á, það auðvitað kallar á mengun og það er óæskilegt. Bæði hljóðmengun og loftmengun og við þurfum að koma vekk fyrir það. Og með ýmsum hætti og það eru mótvægisaðgerðir margvíslega til í þeim efnum. Og sem betur fer þá eru bílar orðnir núna mun vistvænni heldur en voru áður og bílar sem er algjörlega vistvæni líka á götunum og það er auðvitað verið góð og það hefur verið styðja við. En það er fleira sem kemur til sem veldur mengun. Við vorum hérna á síðasta fundi borgarráðs að samþykkja til dæmis Malbiks áætlun, bara nokkuð metnaðargjarna og metnaðarfulla segja. En það er nú svo að Malbiki hér á götum borgarinnar, það virðist vera mýkra og slitna hraðar en Malbik annar staðar á öðrum stöðum á Norðurlöndum, meðal annars í Svíþjóð og ég hef verið að spyrjast fyrir þetta og það er vegna þess að það er ekki gerð krafa styrkleika eða hörkuna í malbikinu. Þar að leiðandi spænist það upp og það spænist upp með þeim hætti að það fer út í loftið og það er auðvitað mjög hættuleg mengun. Þetta er olía sem er þá orðin af litlum kornum sem að getur ekki verið annað en mjög óæskilegt að það sé sem sagt hluti af þessu svifryki, þessu þekkta svifryki sem að fíkur hér borgina. Mér fannst reyndar ágætt að hjá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni kom fram sú stefna sem að við höfum verið að hlusta á í umhverfis- og skipulagsráði sýnt og heilagt og ekki bara hlusta á það, heldur líka séð slíka stefnu í framkvæmd í þeim skipulags- og matslýsingum sem að sendar voru út og hafa nú verið felldar. Það sem einmitt kemur nákvæmlega fram sem að borgarfulltrúin er að halda fram hér. Og það er það að það er stefnt að því, það er hreinlega stefna þessa meirihluta
að umferðin sé ekki á stofnæðum borgarinnar, stofnbrautum, heldur að hún leiti inn í hverfin. Þetta kom glögglega fram og kom mér nokkuð óvart þegar við fórum að vinna með deiliskipulag Landspítalans, að það var æskilegt. Það var æskilegt hreinlega að umferðin leitaði af stofnbrautunum og inn í hverfin. Það sem börnin að hjóla og að leik og það sem fólk að ganga og til sinna verka eða í næstu verslanir og svo framvegis. Ég skil ekki svona stefnu, ég bara hreinlega fatta hann ekki. Og ef hún svona virkilega, sem að ég bara á eftir að taka á, að þá bara segja það strax ég algjörlega á mótinni. Og hún kom skýrt fram í hverfisskipulags hugmyndum sem að, eins og ég sagði, búið að fella, til dæmis upp í Seiðakvísl, upp á Ártúnsholti, þar sem að leið inn á þróunarsvæði sem átti að vera eftir rafstöðvarveginum var nú allt í einu komin í gegnum Seiðakvísl, sem bara íbúðagata og botlangi og þar hefur bara ríkt ró og friður, en allt í einu átti bara leiðin inn á þetta íbúðasvæði að vera í gegnum Seiðakvísl. Og það von að þetta mislíkaði þeim sem að þar búa og töldu það að öryggi þeirra sem að þarna búa væri ógnað og þá auðvitað þeirra helst sem að yngstir eru og fögnuðu því allavega í mín eyru að hægt var við þessar hugmyndir í bili að minnstakosti og ég verð að segja það, ég vona að þær hugmyndir verði ekki teknar upp aftur. En þetta var líka í Vesturbænum. Mjög áberandi í Vesturbænum þar sem átti að opna götur sem að hafa verið bottlangagötur í áratugi, jável í hálfa öld og nú átti að fara að opna þær upp á nýtt. Og hver var ástæðan? Jú, það er vegna þess að Einar Sveinsson sem að gerði skipulagið í kringum 1941 eða 2 að hann gerði ráð fyrir þessar götur verið opnar. Þegar hann var að gera þetta skipulag þá voru bílar á Íslandi 8.000. Nú eru bílar 240.000. Þannig að hlutirnir hafa breyst verulega og það er ekkert íslenskt fyrirbæri. Það er ekki það að Íslendingar hafi tekið bílnum meira fagnandi en aðrir. Þetta er bara svo þróun sem orðið hefur á síðustu öld og hefur auðvitað verið ein af helstu ástæðunum fyrir bara þróun og velmegun almennt í heiminum, í vestræna heimi. Hvernig sem ennum líkar nú að heyra það. Og síðan náttúrulega eftir að bílum fer að fjölga þá fara að koma hverfi eins og til dæmis Fossvogurinn, koma hverfi bara eins og Breiðholtið og Grafavogurinn og öðrum slík hverfi sem að öll byggjast á því að þar sem að íbúðirnar eru flestar að þar eru botlangar vegna þess að þeir sem að keyra að þessum húsum eiga erindi í gegnum hverfi heldur bara að þessum húsum og síðan ekki söguna meir. Það er öryggi, það er umferðar öryggi. Þar að leiðandi verði ég að segja það að ég er algjörlega ósammála þeim hugmyndum sem að þessi meiri hluti hefur sett fram í umferðarmálum og þó við séum að tala þennan samning efla almenningssamgöngur, held ég hann heiti nú, að þá skiptir þetta miklu máli og hefur nú verið það helsta umræðuefni hér hver stefna manna allar í umferðaröryggismálum. Þessi samningur sem að við erum að tala svo við snúum honum, hann er óhagstæður. Hann er óhagstæður vegna þess að Reykjavíkurborg hefur í mjög mörg ár verið hlunnfarin af framlögum til framkvæmda í vegamálum svo mikið að hingað inn á þetta svæði hafa runnið það bil 2–5% af framkvæmda fé vegagerðarinnar. Algjörlega ófullnægjandi og það eru mörg umferðarmannvirki sem bíða. Og við skulum bara líta það hvað svona ætti þá að vera fyrst á dagskrá. Fyrst náttúrulega væru þau hættulegustu gatnamót sem eru í Reykjavík, sem eru gatnamótin Miklubraut Grensásvegur. Það eru hættulegustu gatnamótin. Og menn geta hort til þess að þetta eru ljósastýr gatnamót og sumir halda það að ljósastýr gatnamót sé ekki mjög hættuleg. En það er misskilningur. Hættulegustu gatnamótin eru ljósastýr gatnamót. Vegna þess að fólki verða á mistök, fólk treystir því að engin annar gerir mistök. Þess vegna er umferðin yfirleitt hraðar í gegnum slík gatnamót heldur en önnur gatnamót, það sem ekki eru umferðarljós og kannski að öruggustu gatnamótin séu hringtorg, fyrir utan náttúrulega mislæg gatnamót. Og þarna í mitt eru aðstæður þannig við Grensásveg og Miklubraut að það er mjög auðvelt að koma við mislægum gatnamótum. Það væri bara, það kosta innan við 2 milljarða, kannski 1,5 milljarð. Og ef maður tekur hvað það kostar að bíða við umferðarljós og maður tekur þann
þá auka mengun sem fylgir því að bíða við umferðarljós og þá auka mengun sem fylgir því að hægja á sér og gefa í aftur, og þá er þetta fljótt að borga sig upp. Þannig að þessi samningur sem hér er til umfjöllunar, hann hefur reynst okkur illa. Hann felur í sér að ríkið sem að niðurgreiddi olíugjald til almenningssamgangna upp á 250 milljónir á ári, hætti því leið og þessi samningur var undirritaður. Þannig að þetta var aldrei milljarður, þetta voru 750 milljónir og það nær því ekki vegna þess að ríkisvaldið hefur ekki staðið við þennan samning og hefur ekki verið með framlög í samræmi við samningin. Þannig að ég hvet borgarfulltrúa til þess að fara betur yfir þetta mál, skoða þetta betur, skoða þennan samning betur sem honum verður væntanlega að vísa til borgarráðs eins og borgarfulltrúinn Björn Blöndal stakk upp á hér áðan eða lagði til í sinni málsmeðferðartillögu. En ég legg þá til að menn fari vel ofan í þetta og ég ætla þá að fara aðeins síðar á fundunum ofan í hverfisskipulagið og þá aftur að þeim samgöngu þáttum sem ég var að minnast á áðan. Þá hefur Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og þá veitir andsvar hv. borgarstjóri. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég er ekki sammála því að borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni að áherslur þessa meiri hluta í samgöngumálum séu slæmar. Ég tel þær þvert á móti bara vera mjög góðar og mun nú kannski aðeins ræða það nánar hér á eftir og það sem meira er að það er í samræmi við óskir íbúa Reykjavíkur að eiga möguleika á meiri fjölbreytileika í samgöngum og ég hvet borgarfulltrúann bara til að og oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík til þess að íhuga það þegar hann kannski svo snýr aftur í það að verða framkvæmdastjóri hjá einhverju bílaumboði. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri veitt andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Ingvarsson og athugasemd hans tímastjórnun tekin til greina en það hafði misfarist hér að setja klukkuna af stað og biðst forseti afsökunar á því. Já, takk fyrir. Já, ég skil bara ekkert í svona athugasemdum, virðulegur forseti, frá borgarstjóra eitthvað bílaumboð, en bara styður það að hann haldinn einhverju meinloku borgarstjórinn Jón Gnarr að það sé verið að gæta hagsmuna einhverja sem að starfa í bílgreininni, svo er af og frá. Ég hefði nú kannski átt að aðeins að minnast á mína bíleignum því að borgarstjórinn gaf sér góðan tíma til að fara yfir sína lötu lúks og sín vonbrigði með allar þessar bíltegundir, en ég var bara ekki svo vel bílandi eins og borgarstjórinn þegar ég var ungur. Ég var á Trabant Lux 601 sem var frábær bíl. Fyrir utan það hvað hann mengaði mikið þá bara fór hann allra sinna ferða og bílaði aldrei. Alveg stórkostlegu bíl. En hins vegar að þá ætla ég að þakka borgarstjóra fyrir viðskiptin þó að seint sé að hafa keypt svona dýran bíl að mér eins og hann sagði hérna áðan. Ég minnst nú ekki þessara viðskipta en mér þykir hins vegar leitt að heyra hvað það hefur kallað mikinn biturleika og hversu borgarstjórinn hefur orðið reiður og leiður yfir því hvernig tókst illa að borga af honum. Þá hefur Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi svarað andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni hv. borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, ég harma það ef að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur skilið það sem svo að ég beri einhvern harma af þeim bíl sem ég keypti af Ingvari Helgasyni bílaumboðinu. Það er alls ekki svo og ég held að ég hafi keypt bílinn, ég hafi ekki keypt bílinn þegar að borgarfulltrúinn var framkvæmdastjóri hjá Ingvari Helgasyni, þannig að það hefur þá farið fram hjá honum. Þannig að ég vildi nú bara útskýra það og ekki borið neitt harma. Þetta er albesti bíl sem að ég hef átt og alls ekki til neinna harma, bara afbragðsgóður bíl og bara verið til góðs og öruggur
en hann náttúrulega eyðir svo öllu og ekki er bensín og olía að lækka. Takk fyrir. Þá hefur veitt ansvar öðru sinni háttvirtur borgarstjóri. Ekki hafa fleiri kallað eftir andsvörum. Þá höldum við áfram með mælendaskrá. Þá er næstur Einar Örn Benediktsson borgarfulltrúi. Já. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, vegna þessa samnings þá hafði ég nú bara eitt að segja það að það eru endurskoðunar ákvæði í þessu og borgarfulltrúi Björn Blöndal stal eiginlega glæpnum af mér því að ég er mjög hlynntur þeirri málsmeðferðartillögu sem hann var með. Svona endurskoðunar ákvæði í þessum samningi þau bjóða akkurat upp á frekari samræður þessara samningsaðila hvað eigi þá að gera. Það eru skýr markmið, mælanlega markmið sem eru sett í samningin og því tel ég það bara vera mjög mikilvægt að þessi samningur sé endurskoðaður og og þá við næstu endurskoðun þá er þetta dregið fram og ég held að þá að borgarráð eins og borgarfulltrúi Björn Blöndal benti á sé kjörinn vettvangur til þess að fara yfir hvað má betur fara, hvort að þurfi einhver aukin mannvirki til þess að bæta því að aukin mannvirki, umferðarmannvirki að þau gagnast líka í almenningssamgöngum og þetta þarf þá allt að fara yfir, sjá hvað má fara betur. Og ég veit það til dæmis að eins og með strætó, almenningsvagnakerfið að það biður mjög forgangsreinar og fleira og þannig að það er eitthvað sem þá verður hægt að taka með inn í reikningin. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu og þá tekur til máls háttvirtur borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Það er svo margt sem að mig langar til að ræða varðandi samgöngumálin og það eru þung orð sem að hafa fallið hér og fólki verður gjarnan heitt í hamsi þegar að ræða samgöngur. Samgöngur eru jú meira en samgöngur því að samgöngur eru frelsi. Sá sem nýtur ekki samgangna er yfirleitt í fangelsi. Það er hluti af því fyrirbæri að því konsepti að vera í fangelsi. Það er að maður er sviptur sínu frelsi, maður hefur ekki ferðafrelsi. Þannig að þetta er mikið tilfinningamál og mér finnst, og þetta er mér mikið tilfinningamál og ég veit líka að þetta er mörgu fólki mikið tilfinningamál. Þetta með sko hjólastígana og einhverjar tilraunir sem að gerðar hafa verið á því að auðvelda aðgengi gangandi og hjólandi eða bæta lífsgæði einhvers staðar með því að draga úr bílaumferð. Það er athyglisvert sko, já, og líka sko bíllinn er líka á einhvern hátt sko, svona, hann er líka svolítið karlmennsku tákn sko, og það hefur verið líka svona ríkur hluti af bílaeign, hann er líka svona ákveðið karlmennsku tákn og eiga góðan bíl eða flottan bíl og svona, já, og almenningssamgöngur til dæmis
verið sýndar í því ljósi að þær séu til dæmis hallarislegar og með beinum og óbeinum hætti. Við munum kannski einhver hérna eftir auglýsingum af svona lúpulegu, fyrir mörgum árum, svona lúpulegur kall sem að stóð og var að bíða eftir strætó og var svona lúpulegur, og svo kom strætó og hann gekk svona skömmustulegur inn í vagninn og þetta var sem sagt auglýsing sem að ríkið lét sérstaklega gera til þess að vara fólk við því að keyra undir áhrifum áfengis, og við vorum einmitt að tala um áfengi hérna áðan. En sem sagt, já, ekki láta neyða þig til að taka strætó, því að það segir eitthvað um þig ef þú ert ekki á þínum eigin bíl. Það er eitthvað svona, og líka hvernig bíl þú ert á, og ég held að þetta sé sérstaklega ríkt hjá karlmönnum, eða svona gegnum til mín reynsla svona af samskiptum mín við konur og karlar, þá eru karlar yfirleitt svona bílhneigðari, skulum við segja, þó að konur séu það líka, en þá finnst mér það svona ríkari bíltilhneiging hjá körlum, það er svona karlægt. Og það er svolítið athyglisvert, og svo líka þetta svona með reiðhjólin, sko, ímynd reiðhjóla og þess að hjóla, að það hefur verið svolítið litið á það, það er svolítið á vissan hátt svolítið kvenlægt, þar að segja, og ef við skoðum svona myndræna framsetningu, ef maður er hjólandi manneskja í sjónvarpsþætti, þá er maður mjög líklega kona eða prestur, þá oft kaþólskur prestur. Og ég var til dæmis, ég gerði mér ekki grein fyrir því þegar ég gerði þættina vaktaþættina, næturvaktina, þá var það ómeðvitaður liður í því að gera persónu Georgs Bjarnfreðasonar, það var að hann notaði hjól, hann hjólaði, og ég fekk sko svolítið skömm í hattinn frá hjólreiðafólki þetta, þetta væri staðal, ég væri að sem sagt auka á fordóma gegn hjólreiðum, og það væri ekki á það bætandi, því að það væru vissulega fordómar gagnvart hjólreiðum sem þyrfti að vinna á. Og síðan kemur það í ljós í þessum samgöngukönnunum sem að gerðar hafa verið í Reykjavík, að til dæmis varðandi hjólreiðar, að þá eru konur ólíklegri til þess að hjóla heldur en karlar. Og það er mjög athyglisvert. Og af hverju er það? Og mig grunar, og ég byggi það á aðallega á minni eigin reynslu, að það er held ég aðallega vegna þess að oftar en ekki eru börn í för með konu, og hún er yfirleitt mamma barnanna, en líka oft tengd þeim á einhvern annan hátt, til dæmis systir, og sem er að fylgja börnunum einhvert í skóla eða íþróttir eða einhvert. Og þannig að mér finnst það, til dæmis bara það að vera að stefna að því, og ég meina það hefur verið þessi stefna þessa meirihluta að auka fjölbreytileika í valmöguleikum á samgöngum, er á ákveðinn hátt líka mjög femínísk. Það er að segja, auka frelsi kvenna með því að tryggja öryggi þeirra hjólandi. Og mér finnst það mjög athyglisverður vinkill á þessari umræðu, vegna þess að samfélag og borgar samfélag náttúrulega á að miða að jafnrétti allra, og þó að gera og græja kallinn, eins og maður kallar hann stundum, svona þessi íslenski kall sem að ég er nú hluti af, meira að segja, þó að hann sé ágætur að mörgu leyti og hafi margt gott fram að færa og sé oft
taki oft frumkvæði kannski af hlutum sem aðrir kannski hefðu ekki gert og er svona, já, að þá rennur gera og græja kallinn oft út í það að vera svolítið frekur og vera svona frekikallinn sem er bara reiður við alla sem er ekki sammála honum og ég hef staðið sjálfan með því að vera stundum frekikallinn og hann er heldur ekki bundinn alveg ekki eingöngu við kallmenn. Konur geta líka verið frekikallinn. Það getur hlaupið í það, frekikallinn getur hlaupið í konur líka, sko, eins og kalla. En ég er fullviss það að þetta er rétt og góð stefna og við erum að fara í rétta átt og þó að séu mistök gerð á leiðinni og það var nú ágætur maður sem sagði einhvern tímann og þetta ætti nú að gera og græja kallinn aðeins að taka til sín og hugleiða. Sá sem gerir aldrei mistök, hann er líklega ekki að gera neitt. Takk fyrir. Þá hefur háttvirtur borgarstjóri lokið máli sínu. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, kannski er ég aðeins að misnota fundarsköpun. Ég ætla bara að koma með meiri viðbót en andsvar. Sko, fyrir það fyrsta kannast ég ekki við þennan frekakall. Það er ekki allavega mín upplifun sem kona að ég geti verið einhvern tímann frekur kall. En hitt, hvað femíníska vinkilinn varðar, að þá er það alveg rétt að það er mikilvægt að bæta aðstæður til hjólreiða og konur upplifi sig öruggari á hjóli, en það er ekki síður mikilvægt að bæta bæði almenningssamgöngur og hjólreiðar barna út frá femínískum forsendum vegna þess að það er ennþá þannig að ábyrgðin á heimilum og umönnun barna er ennþá meira á herðum kvenna heldur en kalla. Það eru konur sem að skuttla börnum í ríkari mæli heldur en kallar. Það eru svona mæðurnar sem að gera það í fleiri tilfellum heldur en feðurnir, að skuttla börnum í tómstundir og það sem að þarf eftir skóla og þurfa þá mögulega að fara úr vinnu til þess og þetta hefur áhrif á atvinnutækifæri kvenna. Þannig að ef við bætum aðstæður barna til hjólreiða og bætum þjónustu almenningssamgangna við börn, að þá erum við að stuðla að auknu kvenfrelsi í Reykjavík. Og þetta skiptir máli. Við erum í alvörunni, það hefur mjög víðtæk áhrif að fjölga samgöngukostum í Reykjavík. Mér langaði bara til þess að bæta þessu við ræðu borgarstjóra sem annars var ágætt hvað þetta varðar. Þá hefur Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Kjartan vildi það seinast. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að nota tækifærið og koma að ákveðnum athugasemdum varðandi það sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sagði hérna áðan botnlangagötukerfi og nú geri ég mér algjörlega grein fyrir því að við erum einfaldlega ósammála þetta og það er allt í lagi. En mér finnst samt mikilvægt að koma allavega tvennu til skila og það er í fyrsta lagi það að botnlangagötukerfið er þannig að það í rauninni, það er fyrst og fremst hannað fyrir þá sem er á bílum og það er þannig að það í rauninni þrýstir umferðin út úr hverfunum og yfir á risastórar stofnbrautir sem að verða síðan eins og óbrúanleg fljót eins og til að mynda Miklabrautin er og ýmsar fleiri götur. Þannig að það er ekki þannig að botnlangahverfið einhvern veginn minnki bílaumferðina heldur hún þrýstir henni frá ákveðnum stöðum og inn á aðra staði. Og svo er það annar galli á botnlangahverfinu og ég var einmitt að lesa það hérna áðan í rannsókn sem var gerð í Ástralíu og Bandaríkjunum að botnlangahverfi eru óhagstæð fyrir fótgangandi vegfarendur og þá er það kannski svona botnlangahverfi sem enda einhvern veginn þannig að þú kemst ekkert áfram hvorki á þínum einkabíl né gangandi og slíkar götur virka oft eins og nánast einkagötur. Það virka oft eins og sért ekki að keyra eftir almenningsgötu eins og þær eru þá svo sannarlega heldur nánast eins og heimreiðar.
og margar af þeim borgum sem að fá þá dóma að vera svona lífvænlegustu borgirnar og eru eftirsóttustu borgirnar líka til að starfa í og heimsækja. Þær hafa viðhaldið sínu, allavega svona stórum miðborgarsvæðum viðhaldið sínu rúðunetskerfi eða æðanetskerfi þar sem að umferðin streymir frekar hægt í gegnum alla borgina, auðvitað eru til stofnbreytur þar sem að umferðin heldur meiri. En þetta finnst mér skipta máli að þetta kom allavega fram hér í borgarstjórn og svo að þeir sem hafa áhuga á þeim fróðleik viti það að þetta eða mín gagnrýni á Botnlangagötur og okkar sem eru í borgarstjórninni í meirihlutanum alls ekki gripin úr lausu lofti. Hún byggir á mjög mikilli reynslu og fullt af efni sem búið að skrifa þessi mál sem að fjalla vistvæni borga, hvað hagkvæmt fyrir fótgangandi vegfarendur og svo framvegis. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarfulltrúanum fyrir að koma hér upp og staðfesta það sem ég sagði áðan. Það að segja að við erum ósammála það hvernig á að hanna hverfi, örugghverfi, barnvæn hverfi, íbúðahverfi, algjörlega ósammála. Og ég ætla að biðja borgarfulltrúanum að bara opna skipulagssjána eða borgarsjána og horfa aðeins yfir Reykjavík, öll nýjustu hverfin, öll hverfin sem að eru, það má segja bara nánast öll hverfin sem eru austur af Miklubraut og Kringlumýrarbraut eru byggð með þessum hætti. Það er að segja, það eru botlangar í öllum hverfum, hvort sem það er Grafarholt, Grafarvogur, Breiðholtið, það eru Fossvogurinn, það eru öll þessi hverfi eru byggð á þessu sjónarmiði, þessum forsendum að öryggi inn í íbúðahverfin verður best tryggt með þessum hætti. Borgarfulltrúinn sagði að Botlangakerfið væri fyrir bíla. Það er rangt hjá honum. Botlangakerfið í skipulagi íbúðahverfa fyrir fólk, fyrir þá sem að þar búa, af því að bílarnir eiga ekki erindi þangað inn. Flest hverfi, og meðal annars Hamrahverfið og Fossvogshverfið, eru þannig að þeir sem ganga hverfin geta gengið á milli gatna. Þó það séu botlangar það ekki þar með sagt að fólk geti ekki gengið eða hjólað, en það getur ekki ekið Og þetta bara hreinlega öryggisatriði og það væri alveg hræðileg mistök ef að þessi borgarstjórnar meirihluti kæmist aftur til valda til að framfylgja sínum öfugsnúnu hugmyndum það að opna alla gömlu botlangarna sem að lokaðir voru til að hleypa umferðinni inn í íbúðahverfin til þess að skapa hættu, óöryggi, mengun og slys á börnum fyrst og fremst. Þannig ég bara borgarfulltrúi góður, Hjálmar Sveinsson, ég hvet þig til þess að endurskoða hugðinn, fara betur yfir þetta mál með tilliti til öryggis. Þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, forseti ágæta borgarstjórn, nú finnst mér vera komin einhver svona skrítinn tónn í þessu umræðu, satt að segja. Ég var að segja hérna áðan að ég og borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson værum ósammála þetta. Hann hefur sín rök, ég nefndi það, ég hef önnur rök, þau byggja á heilmikilli þekkingu, þau byggja á mikilli reynslu og nú hann að gera því skóna að ég muni ekki hika við að stofna lífi barna í hættu. Mér finnst þetta svolítið leiðinlegur málflutningur, ekki mjög málefnalegur. En við munum hafa nógan tíma til þess að vinna að þessum málum og það gengur aðallega út á það að gera borgina vistvænni, betri fyrir fótgangandi vegfarendur og auðvitað ef okkur tekst það sem að meðal annars samgönguáætlunin
gerir ráð fyrir að þá mun einmitt þrýstingur örlítið minnka á götum borgarinnar, þannig að þeir sem að ekki geta hugsað sér annað eða geta ekki annað en farið allra sinna ferða á bíl, þeir munu hafa meira svigrúm og meiri ætli ekki að segja þetta í bíli. Það var borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Lokið við það svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ákveðið stærilæti er fólgið í þessum orðum að borgarfulltrúin byggja á mikilli reynslu og mikilli þekkingu og gagnályktunin af því er væntanlega sú, eða gefið til kynna, að slík þekking og reynsla sé ekki bak við mín orð skipulag hverfa. Þá vil ég minnsta kosti benda borgarfulltrúanum að það. Í mikilli góðvild og við erum ósammála, við verðum ósammála, mér sýnist það. Öll þau orð sem ég sagði áðan stefnu borgarfulltrúans og Samfylkingar standa. Vegna þess einfaldlega við höfum ekki bara aðalskipulagi, heldur við höfum líka þær hugmyndir sem setta voru fram í skipulags- og matlýsingum sem eru þá bara, það er bara svart og hvítu, það er bara á prenti. Hvernig menn vildu stefna þessu, þetta er líka á prenti upp í Ártúnsholti og menn skulle þá ekkert vera að bakka út úr því. Þetta er stefnan, umferðin á að leita inn í hverfin og með þeim afleiðingu sem að það mun hafa. Ég vil benda borgarfulltrúanum á það að ég nefndi nokkur hverfi og þá vil ég minnsta kosti nefna Grafarholti alveg sérstaklega. Vegna þess að borgarfulltrúin sem er á framboðslista Samfylkingarinnar, er borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, er þá að tala gjörðir síns eigins flokks. Grafarholti er skipulagt í tíma R-listans eftir langa stöðnun í skipulagsmálum og það hverfi er skipulagt einmitt sem Botnlangarhverfi með öryggi að leiðarljósi. Hvar er þá sú þekking og sú reynsla sem borgarfulltrúin er að vitna til? Ég bara spyr. Hann er þá að leita eftir í einhverja bækur, í einhverja hugmyndir sem aldrei hafa átt leið upp til Íslands í skipulagsmálum á Íslandi, aldrei nokkuð tíma. Öll nýjustu hverfin hér í Reykjavík eru byggð upp á þessu. Til þess að koma í veg fyrir það að umferðin sé inn í íbúðahverfum. Og það er bara einni ástæðu og ég þarf ekki að segja hvað það er. Það var borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon síðastur á mælendaskrá. Viltu fara inn? Já. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram í dag tillögu sjálfstæðismanna að umræddur samgöngusamningur verði endurskoðaður og ég verð að segja að ég er ósammála þessari málsmeðferð að vísa honum í borgarráð. Þetta mál er ekki nýtt af nálinni, það hefur verið margrætt hér í borgarstjórn, kemur reglulega upp og þannig að ég held að borgarfulltrúar hafi haft nægan tíma til að mynda sér skoðun á því og mér finnst svolítið bara vera, ég held að þessi tilraun til einhvers konar svæfingar að setja það í borgarráð, ég held að vera bara miklu betra. Þetta hefur líka verið rætt mjög lengi í dag, ég get alveg trú að þetta sé upp undir 2 klukkutíma umræða sem þetta mál hefur fengið, þannig að ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði að helst samþykkja tillöguna en umræðurnar leiddu meðal annars í ljós að fulltrúar meirihlutans og rauninni fulltrúar allra annarra flokka hér í borgarstjórn nema Sjálfstæðisflokksins, þeir eru sáttir við þennan samning, þeir eru sáttir við það að það verði engar stórframkvæmdir hér í samgöngumálum til ársins 2022 eða næstu 8 árin. Það var þó hjá eftir því, það var þó blæbrigðamunur á milli fulltrúa flokkana sem var ágætt í sjálfu sér. Mér fannst fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna vera mjög sammála í þessum málum. Þeir vilja engu breyta og þeir trúa greinilega á það að það eigi ekki að vera hérna eina stórframkvæmdir í samgöngumálum á stofnbrautakerfinu næstu 10 árin, 8 árin. Þeir vísa mjög til aðgerða sem þeir vilja fara í að bæta aðstöðu
hjólandi vegfarenda og þeirra sem nota almenningssamgöngur, og þar erum við alveg sammála. Sjálfstæðisflokkurinn sem allir flokkar í borgarstjórn eru sammála það að það eigi að efla þessa ferðakosti, efla reiðhjólasamgöngur, almenningssamgöngur og aðstæður gangandi vegfarenda. Og það hefur verið gripið til margvíslegra aðgerða í því skyni á undanförnum árum eins og menn þekkja, og allir flokkarnir hafa verið sammála það. Þess vegna vil ég bara segja það að mér finnst mjög ómálefnalegt að stilla þessum málum upp þannig eins og þeir sem vilja grípa, við sjálfstæðismenn sem viljum grípa til ákveðna aðgerða hér í stofnbrautakerfinu upp á það að auka umferðaröryggi, að við séum eitthvað á móti eflingu reiðhjólaumferðar almenningssamgangna. Það er alls ekki svo. Við viljum að sjálfsögðu efla ólíka samgöngukosti leið og stuðla að auknu umferðaröryggi allra vegfarenda, hvort sem þeir nota almenningssamgöngur, bifreiðar, reiðhjóli eða bara tvo jafn fljóta. Og þetta hefur auðvitað ekkert með gamaldags pólitík að gera. Það er mjög ódýrt að stimpla okkar pólitík í þessu eins og okkar gamaldags pólitík. Samgöngumálin eru auðvitað í þróun út allan heim, en það er auðvitað langur vegur frá því að aðrar þjóðir á Vesturlöndum séu eitthvað hættar á sama tíma þar eins og við að efla reiðhjólasamgöngur og almenningssamgöngur. Það er alveg langur vegur frá því að þær séu allar hættar að auka öryggi á stofnbrautakerfinu sínu. Og það er alls ekki svo. Þessi tillaga snýst ekki síst það að gera það. Og því hér var að tala þekking og reynslu, þá er mikil þekking og reynsla að baki því sem við höldum fram okkar pólitík í þessum efnum, sem auðvitað bara það að það hefur tekist mjög víða að auka öryggi á stofnbrautakerfinu. Það hins vegar kostar töluvert mikið fé, en það skilar sér tilbaka í mörgum tilvikum á ótrúlega fáum árum með stórfækkun slysa. Get alveg tekið undir það með borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni að svifryksmengun er alvarlegt vandamál í Reykjavík. Það eru auðvitað ýmsar aðgerðir til að taka á því. Fyrr á kjörtímabilinu fluttum við sjálfstæðismenn tillögu sem felur í sér steypulagnir á ákveðnum götum í Reykjavík. Ég held að það væri ekki erfitt að ná samkomulagi við ríkið slíkar steypulagnir til dæmis, og það er auðvitað sannarmál að slíkar götur gætu dregið verulega úr svifryksmengun svo næmi tugum prósenta, sumir segja upp í helming, en því miður þetta er einn af tillögum sem við sjálfstæðismenn höfum flutt og hefur ekkert verið svæfð því að núverandi meirihluti hefur ekki áhuga á henni. Og það var líka rifjað hér upp að sá ágæti sjálfstæðismaður Gunnar Einarsson í Garðabæ, hann hefði komið að þessu máli fyrir höndu SÁS, og það er alveg rétt, en ég held að mönnum hljóti nú verið það ljóst að sá ágæti maður, hann er leið og hann kemur að þessu verið sambandi, þá kemur hann auðvitað líka að þessu sem gæslumaður hagsmuna síns sveitarfélags, og með allri virðingu fyrir honum þá er þetta, þá ætla ég ekkert að ætla honum það að hann hafi farið í þessa nefnd endilega til að verja hagsmuni Reykjavíkurborgar. Mér skilst að samningaviðræðurnar sem sagt í þessari nefnd hafa nú bara aðalega verið þannig að fulltrúi Reykjavíkur í þessari nefnd, hann rauninni var tilbúinn að afsala eða sýndi engan áhuga á því, hafði áhuga á því að stöðva stórframkvæmdir í samgöngumálum í Reykjavík í 10 ár, og auðvitað hlýtur maðurinn sem gengur í formennsku í nefndinni, fundarstjóri, auðvitað hlýtur hann að taka bara mark á því. Ég ætla að vona að hér hafi ekki verið með einhverja tilraun til að klína þessum aflita samningi á Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ. Ég held að hann hafi bara gert góðan samning fyrir sitt sveitarfélag, staðið sig vel í því. En að sama skapi þá gerðu þeir sem véluðu þessi mál fyrir hönd Reykvíkinga, borgarstjórinn og formaður borgarráðs, þá gerðu þeir aflitan samning. Mér fannst Björn Blöndal, borgarfulltrúi, mér fannst að vera aðeins blæbrigðamunur á afstöðu hans og fulltrúa Samfylkingar og Vinstri grænna. Hann talaði að skoða málið, lagði áherslu, hann vildi vita í hversu endurskoðun fælist. Ég held að það hefði bara komið fram á fundinum, það kom líka fram í hans máli og honum lítist ekki á það sem við sjálfstæðismenn eigum við með þessari endurskoðun. Hann talaði strætó, forgangseinar og annað slíkt, eflingu almenningssamgangna. Að sjálfsögðu er það þáttur í samningu sem við auðvitað vildum sjá áfram í honum. Og það er svo skammarlega
lítið fé sem Reykjavík fær samkvæmt þessum samningi, að ég sagði það nú algjörlega fyrir mér að ef henni endurskoðaðar þá væri hægt að halda þeim atriðum inni sem snúa að eflingu almenningssamgangna og hjólareina og svo framvegis. En samningsmarkmiðið ætti náttúrulega að felast í því að fá meira fé samkvæmt slíkum samningi til þess að auka umferðaröryggi hér á stofnbrautakerfinu. En sennilega sjáum við þetta mismunandi hvernig við viljum ræða þennan samning. Nú borgarstjóri hefur tjáð sig mjög mikið þennan samning hér á fundinum. Talað Reykjavík sem hlýlega og krúttlega borg. Þetta hefði verið allt hérna krúttlegt áður, hestar og reiðhjól. Bara sjálfst að benda það í þessu sambandi að það er myndir kannski sem borgarstjórinn að vísa til. Það eru flestar teknar í miðbæjarkjarnanum, miðbæ Reykjavíkur á kannski síðastu öld einhvern tímann. En Reykjavík var bara ótrúlega snemma mjög dreifð borg. Reykjavík var meira og minna bara mýri á sínum tíma, kannski miðja síðustu öld. Þess vegna dreifðist byggðin mjög hratt og menn fóru að byggja hér á holtunum, vegna þess að það var ódýrast að byggja, menn vildi ekki byggja í mýri. Bráðræðisholti, Grímsstaðaholti, Laugarnesi, Langholti og Kleppsholti. Þarna byggðum við, þannig að byggðin var dreifð og það kallaði auðvitað á bílanótkun. Það er auðvitað ein skýringin á þessu. En síðan fara menn að byggja í mýrinu og þetta byggðina sem er auðvitað bara gott mál. En ég held að sé erfitt að tala að einhvers afturkast til þess tíma. Ég held að við höfum bara að lifa eins og aðra borgir, lifa í sátt við samgöngukostina, hvort sem það er bílar eða hjólandi eða almenningssamgöngur. Og minna það, mér fannst það eima af því að þessu væri styrktum sem andstæðum, umferðaröryggi, gangandi annars vegar og stórframkvæmdir eins og til dæmis öryggislausnir á gatnamótum, mislæg gatnamót. Og vil þá bara minna á það að í sérstakri skýrslu sem heitir Slys á gangandi vegfarendum í Reykjavík var unnin fyrir Reykjavíkurborg árið 2007. Sennilega viðamesta skýrslan sem hefur verið unnin um öryggi gangandi vegfarenda í Reykjavík. Þar segir á blaðsíðu 30 með leyfi forseta: mislæg gatnamót aðskilja akandi og gangandi umferð og auka þar með öryggi gangandi verulega. Þetta segir í skýrslu sem helstu sérfræðingar í þessum málum skrifuð á sínum tíma, en auðvitað fer það eftir lausninni hverju sinni. Við getum sagt það bara, ég held að það getur verið niðurstaðan í þessu, að mér finnst það alveg ótrúlegt að þrátt fyrir að við Sjálfstæðismenn höfum fært fram margvísleg rök fyrir því að það þurfi að eiga sér stað breyting á samgöngumálunum í Reykjavík. Það er alveg ljóst að þessi meirihluti sem nú situr, hann vill þrengja enn frekar að hinum svokallaða einkabíl eða fjölskyldubíl í því skyni að draga úr notkun hans. Ég held að það geti að mörgu leyti verið erfið vegferð. Ég held að það sé frekar hlutur borgaryfirvalda að ná sátt við borgarana ólíka samgöngukosti, fjölga auðvitað kostunum og það má svo sannarlega leggja meiri áherslu en gert hefur verið á gangandi, hjólandi og strætó. En það ekkert neginn án þess að fara í krossferð eða hattursherferð gegn þeim samgöngukosti sem líka margir hafa valið. Ég hef reyndar þá trú að smám saman þá muni notkun á reiðhjólum og strætó, þetta muni aukast. Þetta er ákveðnu leyti í tísku eins og að komið hér inn á, en það er alveg óþarfi að borgaryfirvöld beiti sér þá alefli gegn þeim samgöngukosti sem mjög margir kjósi. Og við erum ekkert að tala um að leggja stofnbrautakerfið niður, þannig að mér finnst alveg lágmark að borgaryfirvöld forgangsraði með það í huga að auka umferðaröryggi á því. En því miður við hvernig borgarstjórnarmeirihluti tekur í þessa tillögu, þá er nokkuð ljóst að hann ætlar sér ekki að gera það. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarstjóri óskað eftir því að taka til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég bara vil þakka fyrir líflegar og góðar og skemmtilegar umræður samgöngumálin og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom nú hérna með eitt hugtak sem að ég gleymdi að nefna í máli mínu áðan, sem var þetta hugtak að þrengja að einkabílnum. Það er eins og sem er mikið tekið
eiginlega svolítið næsti bær við aðförina. Fyrst byrja maður að þrengja og svo hefst aðförin. Þetta er eins og það sé verið að ráðast á einhvern. Það er eins og að einkabíllinn sko, eins og bíllinn sé sjálfstæð vera, og í rauninni kannski á ákveðinn hátt hann það. Já, ef við förum út í einhver svona verufræði, ég meina þá er hægt að færa fyrir því rök að bíll sé vera, og þá fer maður að velta því fyrir sér hvaða réttindi og skyldur hefur slík vera, en það er önnur umræða. Mér langaði aðeins að koma inn á þetta sem að borgarfulltrúinn myndist á í sínu máli þá að þegar hann var að tala sinn flokk eða sjálfstæðisflokkin, og þá út frá því einhverju leyti sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir var að segja í sinni ræðu sjálfstæðisflokkin sem einhverja svona gamaldags hugmyndafræði, gamaldags pólitík, og ég verð samt að segja sko, mér finnst reyndar yfirleitt sko svona mesti mótþróin þar að segja við svona fjölbreytni í samgönguleiðum koma úr ranni Sjálfstæðisflokksins. Mér finnst það yfirleitt vera þegar þetta ber á góma á einn eða annan hátt, til dæmis með fækkun bílastæða eða þetta sem að borgarfulltrúinn kallaði, þú veist, þetta að þrengja að einkabílnum eins og það væri verið að fremja einhvers konar mannréttindabrot, og þá verð ég að segja að það er upplifun mín og margra annarra að það sé oft fólk úr Sjálfstæðisflokknum eða fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hreinlega, sem einhvers konar málsvarar einkabílsins og réttinda hans sem sjálfstæðrar veru, og hvort sem að hann hýsir fólk eða er einsamall á einhvers staðar á bílastæði og honum líði vel og hann sé öruggur, og þá leið á kostnað fólks, og mér finnst þetta ekkert úr lausu lofti gripið. Ég meina, það er öllum ljóst að það var hér borgarfulltrúi fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins sem að sagði sig frá sínum störfum út af málefnalegum ágreiningi, þannig að við skulum ekkert vera að tala tæpitungulaust þetta. Við skulum ekkert vera að fara í launkofa með þetta. Þetta er svolítið svona, og vissuleiti er þetta pólitískt og öðru leiti er þetta bara hagsmunamál, og það var borgarfulltrúi sem að hætti hér, og maður sér þetta oft líka bara eins og í umræðinu hjólreiðastígana, það er að segja svona lítilsvirðandi ummæli og einhverjar kjánalegar tilraunir og svo framvegis. Það er reynt að gera lítið úr, og það er bara mjög oft frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins, og þannig að ég fellst ekki alveg á það að þetta sé sem sagt hafi ekkert með Sjálfstæðisflokkinn sem slíkan að gera, en ég meina, svo er það líka vitað að Sjálfstæðisflokkurinn sem félag er að mörgu leyti einhvern veginn klofið og þverklofið, og ég veit ekki hvernig staðan er á því, en það sem mér langaði nú, ég ætlaði nú ekki að gera það umtalsefni mínu hér, ég fór nú bara hugleiða þetta þegar undir ræðu borgarfulltrúans,
Sko varðandi sko kosti hjólreiða fyrir venjulegt fólk umfram bíl, mér langaði að gera það umtalsefni mínu. Og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson benti á það í máli sínu áðan að nú væru bílar og þessi nýju bílar, að þeir væru að verða svona vistvænni, og það alltaf að verða vistvænni útgáfur af bílum til, og nú að ryðja sér til rúms rafmagnsbílar til dæmis og öll kunnustu við metanbíla og þetta eru svona vistvænni og ekki eins háværir bílar, en það breytir því ekki að þeir eru ennþá dýrir og eins og staðan núna þá eru flestir þessi bílar miklu dýrari heldur en venjulegi bílar bíll, svona þokkalegur bíll, fjölskyldubíll í dag kostar svona 2 til 20 milljónir og síðan skilst mér, og ég byggi þetta nú bara af einhverju blaðafrétt sem ég sá einhvers staðar, það kosti það bil 1 milljón krónur á ári að reka bíl þannig að ef að fólki gert kleift að stunda og iðka bíllausan lífstíl, og ég meira að segja samtök held ég til sem heita samtök bíllausan lífstíl sem hafa þetta markmiði, að þá er náttúrulega heimilið að spara sér umtalsverðar fjárhæðir, stofnkostnað upp á 2 til 20 milljónir og rekstrakostnað kringum 1 milljón á ári sem hægt að nýta í eitthvað annað, kaupa eitthvað annað fyrir. Og síðan náttúrulega annað sem að kannski gleymist oft í þessari umræðu sko bíla versus hjól eða göngur, að sko það er náttúrulega fylgir því að þegar maður er í bíl að það fylgir því náttúrulega töluverð seta og það er ekki heilsueflandi að keyra nema bílinn sé sérlega þungur í stýri, að það getur reynt einhvern veginn á það, en að öllu jöfnu er það ekki heilsueflandi, heldur þvert á móti eru gönguferðir og hjólreiðar eru heilsueflandi, það er eitthvað sem að ýtir undir og styður lýðheilsu og þannig að sko og kannski sko er sko þetta sem að fólk er að gera og telur eðlilegt að keyra langan veg til þess að fara í líkamsrækt, kannski er það ef að maður hjólar eða labbar, þá er það kannski því fyrir marga jafnvel bara óþarfi og það er nú merkilegur læknir sem ég man nú ekki hvað heitir fullu nafni, en hann kallar sig Dr. Mike og hefur verið að senda frá sér svona heilsueflandi myndbönd lýðheilsu á einhverjum síðum á internetinu, við fengið mikið áhorf, og hann segir til dæmis að bara með því að stunda það bil svona hálftíma af göngu eða hjólreiðum á dag, að þá séum við að bæta lífsgæði okkar bara alveg ótrúlega mikið og lengja ævina og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að já, ég vildi svona sérstaklega vekja athygli á þessu, það eru 2 atriði sem ég vil sérstaklega vekja athygli á. Það er sparnaður, hjól kosta bara næstum því ekki neitt og kostar lítið að reka þau, og svo er það bara rosalega gott fyrir mann að hjóla og labba. Takk fyrir. Nú er borgarstjóri óska eftir því, lokið máli sínu, þá 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra, ekki satt. Þá er það borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrstur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við skulum fara kannski að hætta þessari umræðu, en engu síður aðeins að bregðast við orðum borgarstjóra og hans ágætu ræðurindar og margt sem var prýðilegt sem þar kom fram. Þó bara rétt aðeins að reyna að taka á kjarnanum hérna, af því að við erum að fara út alla trissur í þessari umræðu.
Og þá kannski kjarnið þetta. Eru þeir sem að vilja að Vegagerðin standi við framkvæmdaáætlun og samgönguframkvæmdir í Reykjavík að minnstakosti svona betur en gert hefur verið á undanförnum árum? Eru þeir á móti þá hjólreiðum? Eru þeir á móti almenningssamgöngum? Eru þeir á móti því að fólk gangi? Eru þeir á móti heilbrigðum lífsstíl? Þannig er þessu stillt hér upp í þessar umræðu og það er auðvitað alrangt. Það er einfaldlega alrangt. Við erum að segja að það að ríkið, þó að það komi til stuðnings við almenningssamgöngur, á það ekki að þýða það að öllum samgönguframkvæmdum hér í Reykjavík verði bara hætt á meðan, bara næstu 10 árin. Það gengur ekki og það snýst umræðan. Þannig að við skulum bara aðeins setja þessa víðu umræðu sem við höfum farið hérna gegn í borgarstjórn í dag aðeins til hliðar og aðeins bara hugsa þetta. Eitt útilokar ekki annað. Þetta er ekki annarkvort eða, þetta er bæði og. Hugsa það þannig. Það er enginn að tala gegn einum eða neinum samgöngumáta. Ég er ekki talsmaður bílsins og ég er ekki talsmaður reiðhjólsins, ég er ekki talsmaður neins í þessu sambandi. Öðru en borgarbúa í heild sinni og að tryggja öryggi, umhverfi, samgöngur fyrir alla borgarbúa, sama hvaða máta þeir velja til að fara á milli staða. Þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir það að það er rétt að fara að stytta þessa umræðu. Í sjálfu sér alveg rétt, það má taka undir margt af því sem framkom í ræðu borgarstjóra og mér finnst hann svolítið svona að reyna að stilla þessu upp með þeim hætti að einhver ímynd sem er kannski sjálfstæðisflokknum sé hlynntur einkabílnum og móti þá öllum öðrum samgöngukostum, en það er nefnilega rangt. Sennilega ólíkt öðrum flokkum þá vill sjálfstæðisflokkurinn gefa fólki kost á að velja milli ólíkra samgöngukosta. Þannig að það að við viljum sjá umbætur á gatnakerfinu í Reykjavík og Stofnbrautunum, það kemur ekki í veg fyrir það að við viljum líka efla hina samgöngukostina sem hér hafa verið marg nefndir. Þannig að þetta getur vel farið saman og það að segja að sjálfstæðisflokkurinn hafi beitt sig gegn einhverjum hjólreiðastígum og tala kjánalega tilraunir. Auðvitað þegar að kjánalega tilraunir hafa verið gerðar, þá hafa sjálfstæðismenn sjálfsögðu bara kallað þær sínum réttu nöfnum. En það er mjög ódýrt held ég að reyna að halda því fram að sjálfstæðisflokkurinn hafi verið á móti slíku. Maður getur bara talið svo mörg dæmi hið gagnstæða. Bara á síðasta kjörtímabili þegar sjálfstæðisflokkurinn var í völd, þá held ég því hygglust fram að það hafi verið meira gert fyrir hagsmuni hjólandi vegfarenda í Reykjavík heldur var kannski gert 10 árin þar á undan. Það er hægt að nefna svo mörg dæmi þetta og mjög ódýrt að stilla þessu upp þannig eins og því miður er reynt að gera hérna að sjálfstæðisflokkur sé eitthvað á móti fjölbreytilegum ferðakostum. Sagan sýnir auðvitað allt annað en það er bara vegna þess að menn vilja ekki endurskoða þennan samning, þá reyna þeir að klína á sjálfstæðisflokkinn sem er algjörlega rangt, einhverju andúð á fjölbreytilegum samgöngukostum. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar og þá hefur borgarfulltrúi óskað eftir því að taka til máls. Hvað sagði ég? Fyrirgefðu. Virðulegi forseti, ég er enda borgarstjóri og ég vil áminna, ég veit ekki hvernig ég gera það. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég er alveg sammála borgarfulltrúa Kjartani Magnúsinni fyrir það að þessi umræða er búin að fara út víðan völl og það er svolítið sérkennilegt að við erum að enda umræðuna á umræðum sjálfstæðisflokkinn sem er einn af stjórnmálaflokkunum sem á fulltrúa í borgarstjórn
og ég vil bara segja ástæðurnar fyrir því að ég hef nefndi Sjálfstæðisflokkinn hér áðan, var nú kannski fyrst og fremst bara út af því sem hófst hér áðan þegar ég gerði athugasemd við ummæli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur og tók það sem dæmi sem sagt hvernig svona í umræðunni samgöngumálin oft talað á niðrandi hátt hjólreiðastígana eða hjólreiðar og eins og maður sé svona óttalegur kjáni og maður ætti að fara að hugsa eitthvað annað og það svo sem ekkert í fyrsta skipti sem ég að heyra það. Ég er nú búinn að vera hérna eitt kjörtímabil, þannig maður er búinn að heyra ýmislegt og svona draga sínar ályktanir og þannig að þess vegna fór ég nú að ræða þetta í mínu máli, þar að segja, út frá þeim orðum sem að féllu svona, sem mér fannst vera svona dæmandi eða svona að gera lítið úr þessu að vera að myndast við að leggja hjólreiðastíga. En það er vissulega náttúrulega bara, það er í rauninni ekki pólitískt mál sem ég held að við getum öll verið algjörlega sammála Við viljum náttúrulega bara fyrst og fremst búa í eins heilbrigðu og góðu samfélagi og kostur og held ég að skipti þar engu máli hvar í stjórnmálaflokki maður settur. Maður vill náttúrulega bara búa í eins góðu samfélagi og eins góðu lífsgæði og mögulegt og raunhæft hverju sinni. Og ég held að það sé ekkert pólitískt bitbein og ég er ekki að segja það ég vona að það hafi ekki skilist þannig að ég hafi verið að segja það í mínu máli að Sjálfstæðisflokkurinn væri einhvers konar lobbyistahópur fyrir bílainnflytjendur og bensínsala. Ég var ekki að meina það. En það sem að mér brennur svolítið á hjarta einmitt að upplýsa fólk bara kosti þess að íhuga bíllausan lífstíl og það bara geti sparað fullt af penning og bætt heilsu fólks og sé bara hið ágætasta mál og það hafa kannski, þú veist, það má segja hafi verið gerð mistök og einhverjum tímapunktum og einhvað kannski sem verið að prófa og eru einhverju tilraunaverkefni og hafa verið tínt til og reynda að núa manni því nasir að hafa gert mistök eins og það sé einhver áfellisdómur yfir einni mannesku eða hópi af fólki að gera mistök og það finnst mér ekki. Mér finnst það bara vera hluti af því að vera manneskja, það að leyfa sér að gera mistök. Svo er ekki allir sem sjá mistök sem mistök og við skulum ekki gleyma því að margar af merkilegustu tækni uppgötvunum mannkynssögunnar eru byggðar á mistökum
og kannski ástæða þess að við sýtum öll hérna og erum bara yfir höfuð til, erum mistök, mjög miklu leyti byggt á mistökum og hérna, eða einhverju sem einhver geti kallað mistök eða klúður og hérna þannig að já, en ég fagna því, mér finnst ég svona heyra kveða við svona jákvæðari tón og þakka hlýlega orði í minn garð og ég held að við, já, mér finnst við svona horfa öll björtum augum til bjartari borgar og hérna og betri heilsu og meiri gleði svona hjá okkur, sama hvar í flokki við erum sett og svona einhvern veginn að öll dýrin í skóginum geti verið vinir, að því þau átti sig á því einhvers staðar að þau eru á einhvern nátt hluti af sama vistkerfinu og það er svo merkilegt með vistkerfið. Maður les stundum einhverjar svona greinar það að það er einhver ómerkileg sardína eða eitthvað sem er útrýmt einhvers staðar og svo bara þurrkast út af hlíf bara á einhverju svæði, bara út af þessari sardínu og það má allt rekka til hennar og þótti ómerkileg og enginn áttaði sig á því hvað hún skipti gríðarlega miklu máli og svona liggur oft tilvera okkar svo mikið í smá atriðum, litlum atriðum sem að maður kannski sér oft ekki bara að því að maður er að horfa svo stórt, maður sér ekki sko trén fyrir skóginum eins og sagt er eða var það öfugt. En ég þakka bara fyrir ákaflega góða umræðu og eins og ég sagði áðan þá finnst mér þetta góð umræða og mikilvæg vegna sem mér finnst hún snúast frelsi og mér finnst hún líka mjög miklu leyti snúast sjálfsímynd okkar sem þjóðar. Mér finnst þetta vera hluti af því sem oft er kallað þjóðmenning, íslensk þjóðmenning og mér finnst allt of oft rætt íslenska þjóðmenningu í sambandi við mataræði eins og það sé einhvern veginn það sem einkenni okkur að því við borðum lifrarpylsu, það gerir okkur einhvern veginn étið það í okkur að vera Íslendingar og mér finnst svo mikilvægt að taka það eða lambakjöt eða eitthvað svona að maður éti sig bara í það að vera Íslendingur og það er íslenski kúrar og svona, maður getur bara étið eitthvað og þá er maður orðinn Íslendingur en það er náttúrulega miklu víðtækara en það og hérna og samgöngur og vera Reykvíkingur og samgöngur eru bara stór hluti af því vegna það er varða persónlegt frelsi okkar og hérna persónlegt ferðafrelsi okkar og ekki bara frelsi heldur líka öryggi. Það er að segja að við veljum okkur einhverja tiltekna gerð af ferðafrelsi og við viljum vera örugg. Þannig að þetta er mjög umfangsmikið og mikilvægt mál. Þannig að það er svona, já, það er stutt í að fólk hitni í hamsi og verði svona, hlaupi kappi kinn og verði svona tilfinningarík umræðan en það er bara gott, það er ágætt á meðan að fólk segir ekki eitthvað ljótt við hvert annað, tilfinningarnir ber ekki skynsemina ofliði. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu, þá hafa ekki fleiri hvatt til hljóðs undir þessum dagskrárliði telst umræðu lokið. Ég ber það upp að tillögu þessari verði vísað til borgarráðs, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Einhver á móti, það telst samþykkt með 10 atkvæðum. Þá hefur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins óskað eftir því að koma upp og lesa bókun undir þessum dagskrárlið. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég lesi upp bókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna þessa dagskrárliðar. Hún hljóðar svo: Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru þeirrar skoðunar að borgarstjórn hefði átt að samþykkja fyrirliggjandi tillögu í stað þess að vísa henni til borgarráðs. Í umræðum á fundinum hefur komið fram að borgarfulltrúar Samfylkingar og Besta flokksins vilja ekki endurskoða umræddan samning með það að markmiði
að á samningstímabilinu verði ráðist í framkvæmdir á stofnbrautakerfinu í Reykjavík með umferðaröryggi og arðbarni að leiðarljósi. Ómálefnalegt er að stilla málum upp með þeim hætti eins og talsmenn borgarstjórnarmeirihlutans hafa gert að þeir sem styðja framkvæmdir á gatnakerfinu í þágu umferðaröryggis séu á móti eflingu reiðhjólaumferðar eða almenningssamgöngum. Sem fyrr styður Sjálfstæðisflokkurinn að Reykvíkingar eigi val ólíka samgöngukosti leið og stuðlað er að auknu umferðaröryggi allra vegfarenda, hvort sem þeir nota almenningssamgöngur, bifreiðar, hjól eða tvo jafnt fljóta. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að lesa upp bókun undir þessum dagskrárlið. Við förum í 5. mál á dagskrá sem er til